hafið fundinn og það hendin hjá Heiðar á loftið. Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 723 og haldinn 5. september 2018 og segi fund 16. Það eru 14 mál á dagskrá þessu sinni. Það eru 2 fundargerðir frá bæjaráði. Síðan koma 4 fundargerðir frá ýmsum nefndum bæjarins og loks 8 fundargerðir til kynningar. Ég býð sérstaklega velkomna Margréti Guðjónsdóttur, fulltrúa L-lista sem að sitja hér sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. En við hefjum þá fundinn með því opna umræður fyrir fundargerð bæjarráðs. Það var fundur sem var haldinn 23. ágúst síðastliðinn. Hann var númer 1363 og ég gef orðið laust. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir mál nr. 2 á fundi 1363 hjá bæjarráði. Þetta sem sagt heitir málseti á jörðin Óskot og það kemur fram í bókun nefndarinnar erindið er lagt fram og þetta erindi snýst að það kom tilkynning að mér minnir frá fasteignasala sem er með þessa jörð í sölu fyrir eigendur, hvernig sem þeir eru. Það kemur ekkert fram, þetta erindi er bara lagt fram, en það er þetta svo sem ekki verið að óska eftir einhverju ákvörðun. Mig langar til þess að forvitum sem það hvers konar umræða varð þetta erindi í bæjarráðinu og kannski í framhald af því að spyrja það hvort að Mosfellsbær hafi sett sér einhverja stefnu kaup á landi, vegna þess að þetta er náttúrulega land sem er sem sagt aðalskipulega bara óbyggt svæði, við minnum þessi skilgreint þannig að það sé heitið á því og þá má alveg hugsa sér að til framtíðar litið þá getur þetta svæði orðið mjög mikilvægt frístundasvæði og það er mjög gott aðgengi að hafravatninu á þessu landi. Þannig að því ég sé ekki að það hefur verið neitt rætt að skoða þetta mál neitt nánar. Það langar mig að vita hvernig umræða fór fram þetta í bæjarráðinu og svo þetta stefnu Mosfellsbæjar kaup á landi. Haraldur Sverrisson, beðum orðið, gjörðu svo vel, Haraldur. Forseti, þetta mál var nú bara svona almenn umræða þetta tiltekna erindi, staðsetningu þess og skilgreiningu á landinu sem að það er undir, sem kom þetta fram hjá bæjarfulltrúa. Önnur Sirja er sem sagt óbyggt svæði. Það var engin ákvörðun eða nein niðurstaða sjálfur sér það hvað skildi gera við það eða hvort að það væri einhver áhugi Mosfellsbæjar á eignast landi eða ekki. Ég sem bæjarstjóri sagði að ég myndi svona hafa augu með erindinu áfram og svona aðeins verið að skoða bara uppdrætt og annað hvað þetta varðar. Þannig að málið var bara afgreitt með þessum hætti án afstöðu bæjarráðs. Það varðar stefnu og kaup á landi. Það er svo sem ekki nein skrifleg stefna til kaup eða ekki kaup á landi hjá Mosfellsbæ, en það held ég að vera mjög erfitt að gera hana með einhverjum skynsamlegum hætti. Ég held að verði bara að taka hvert og eitt mál upp og skoða það út frá þeim hagsmunum og sem að sveitarfélaginu getur, sem sveitarfélagið skapar sér við það. Það er einhver dæmi það að sveitarfélag hafi keypt land, ekki mörg, en yfirleitt hefur sveitarfélag ekki verið að leitast eftir því. En það er svona lungað af byggingalandi samkvæmt aðalskipulagi Mosfellsbæ ekki eign sveitarfélagsins. Sveitarfélagið hefur farið aðrar leiðir við uppbyggingu á landi, það er að segja þá með
með samningum og við þá landeigendur sem það ræðir. En ég get ekki svara þessu með einum öðrum hætti en þetta. Það þarf að skoða hvert og eitt tilvik, meta það hvaða hagsmunir eru í því fyrir sveitarfélagið og svona í ljósi landnotkunar, tímaramma, verðs og annarra hluta. Það gæti líka bara verið verra eða öllu heldur skaðað eða veikt samningsstöðu sveitarfélagsins gagnvart ýmsum svona málum, eða væri til einhver ákveðin stefnu það hvenær sveitarfélagi keypti land og hvenær það keypti ekki land. Yfirleitt þegar sveitarfélag eða hið opinbera hefur áhuga á landi þá hækkar nú verðmiðinn á því. Þannig að það er svona að það líka hafa það í huga að eitthvað í þessum dúr skaði ekki stöðu sveitarfélagsins til einhver ákvörðunartöku sem finnst annarkvort að kaupa eða kaupa ekki eða hvað eina sem það gerir. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, þakka bæjarstjóra fyrir svörin. Mér finnst gott að heyra að inn á þessum fundi kom fram að bæjarstjóri myndi halda fram að fylgjast með þessu máli. Hvað varðar stefnu og ekki stefnu, sko, það er náttúrulega tvær hliðar á þeim peningi. Ef þú hefur ekki stefnu þá getur líka bara verið hendistefnu um það hvað þú kaupir og af hverju þú kaupir. Þannig að, en ég tek undir það að það þarf náttúrulega að gæta að hagsmunum sveitarfélagsins fyrst og fremst. En það þarf líka, held ég, sko, að horfa dálítið langt fram í tímann þegar svona tækifæri opnast og þá ekki síst til þess að gæta að bara að svona hvernig ég get orðað svona náttúrusvæðin sem væru hugsanlega eins og í þessu tilfelli að ég tel mjög miklu möguleikar varðandi útvistarsvæði fyrir bæinn. Þannig að mér finnst í svona tilfellum að þá væri skynsamlegt að skoða út frá þá hagsmunum bæjarins hverju þeir væru þá til lengri tíma og taka þá ákvörðun. Og ég er ekki endilega sammála bæjarstjórum en það sé ekki gott að stefna þess að það geti haft mjög slæm áhrif, en hins vegar þarf náttúrulega að fara varlega, en hin leiðin að hafa ekki einhvers konar stefnu í svona getur kallað á bara hendi stefnu sem er það annars konar stefnu. Já, orðið er laust. Bæjarráð nr. 1363. Nú, það kveður svo engi frekar hljóðs, þá er umræðan lokið og við göngum til atkvæðis. Þeir sem samþykkja þessa. Nei, fyrirgefðu. Ég ætla að biðja mig líka aftur. Ég biðst afsökunar. Gjörðu svo vel. Takk. Umræðan er lokið þá mál nr. 2. Allavega, en gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Það er svo snátt litið hérna hjá mér. Ég hefði þurft að hafa stelpunargler með mig líka. Ég er núna komin hér upp undir þessu sama bæjarráði, mál nr. 4, frágangur í Helgafellshverfi. Og það var lagt fram erindi frá íbúum hverfisins skal ég ykkur segja það sem var gripið á ýmsu, frágangi og gangstéttum og göngustígum, umferðarhraða og umferðarmagni og ýmsum hlutum sem að við vitum allavega margt að þessu mun færi til betri vega þegar verður búið að byggja allt það sem er í byggingu þarna og þá allavega stórugt vinnutæki, þá mun það væntanlega ekki vera mikið á götunum í Helgafellshverfi. En bókun ráðsins, bókun ráðsins hljóðar svona, samþykkt með 3 atkvæðum að vísa málinu til umhverfisins til skoðunar og fela því að funda með íbúasamtökum hverfisins til að upplýsa þau stöðu framkvæmda í hverfinu, sem er náttúrulega bara mjög gott mál að það er að gera, en það sem ég langaði til þess að óska eftir að
að sú samantekt sem verður gerð, þess að ég ætla ekki að fara fram á að fá hér á þessum fundi nákvæma lista stöðu framkvæmda á þeim svæðum sem bærinn ber ábyrgð á í hverfinu. Ég ætlast ekki til þess að menn hafi þá hraðbergi hér, en ég ætlaði þá óska eftir því að allavega þessi samantekt sem væntanlega verður gerð þá fyrir íbúasamtökin, hún verði gerð aðgengileg fyrir okkur bæjarfulltrúa þegar hún er tilbúin, því að það er mikilvægt fyrir okkur að fylgjast líka með hvernig frágangurinn gengur í þessu hverfi, og vonandi gengur það bara allt eftir áætlun og hratt og vel fyrir sig, en það er mikilvægt að við séum þá upplýst líka. Orðið er laust þetta mál, það er að segja númer 4, eða þá menn Konráð Málstó ræða það mál. Gjör svo vel, Kolbrún. Já, forseti, það varðandi þetta mál og þetta bréf íbúasamtakanna í Helgafelli. Þetta er ekki bréf íbúasamtakana, þetta er bréf frá einstökum íbúa. Einstaka íbúa, já. Einstökum íbúa. Einstökum íbúa, allavega bréf sem ég veit, og ég veit að þetta er áhyggjuefni fleiri íbúa í Helgafellinu, og ég held að það er töluverð umræða umferðaröryggi í Helgafellinu, og ég held að við sem bæjarstjórn við erum mjög meðvituð það, og það eru ýmsar aðgerðir í gangi, og ég veit að þetta er mál málanna í Helgafellinu. Ég býð þarna frá, ég er hérna sem vef íbúa í Helgafelli, þannig að það töluverð mikil umræða, það er mikið verið að fjalla þetta og fólk er að tala, og þarna hefur orðið óhapp sem betur fer fór það ekki illa. En þetta er náttúrulega, eins og hefur komið fram, það eru vaxtarverkir í þessu hverfi, en ég veit að í þessu tilfelli þá bara fólk eru upplýst eftir hvert samtali verður og hvað við ætlum að gera, en ég veit það líka að hér inn á umhverfissviðinu er verið að fara yfir öll þessi mál og varðandi gangbrautir og gangstíga og annað slíkt, en ég veit það líka að fólk hefur verið að biðja hvert annað að keyra hægar inn í hverfinu. Þetta er nú fyrst og fremst íbúarnir sjálfir sem eru að keyra hratt. Þannig að ég held að þó að þetta bréf hefur borist frá einum íbúa, þá veit ég að þetta er áhyggjuefni allar íbúa í hverfinu, og það er bara rétt að bregðast við því, og það er bara mjög gott að heyra að þessi íbúa fái áheyrn og samtal við þá sem geta veitt upplýsingar. Já, Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég tók eftir því að ég bar eiginlega fram ósk sem ég fekk engin svör við hér, hvorki frá formanni bæjarráðs né bæjarstjóra. Þannig að ég veit ekki hvort ég þarf að leggja fram tillögu og fá afgreiðslu hennar á fundunum það að bæjarstjórn verði veittur aðgangur að þeim gögnum og þeim upplýsingum sem verða gefnar á þessum fundum í íbúasamtökunum. Þannig að við fáum að vita stöðumála og áætlanir frágangi Helgafellsland. Nú bara veit ég ekki, fæ ég að koma aftur í þriðja ef ég þarf að bera hún til og hvernig virkar. Og ég standa hér bara. Formaður bæjarráðs eða bæjarstjóri, svari þessu. Haraldur. Já, það er krafist svara, það er sjálfsagt að veita þau. Það kom nú fram á þessum bæjarráðsfundi að það er funda reglulega með, reglulega, við bara að kalla það reglulega, með íbúasamtökum Helgafellshverfis framkvæmdir í hverfinu. Það var síðast gert í vor. Þá fundaði umhverfissvið með stjórn íbúasamtakanna til þess að fara yfir þær framkvæmdir sem á döfinni eru í hverfinu. Alltaf mest af þessum framkvæmdum eru yfir sumartíman. Það er sá tími sem er nýttur til þess að steypa gangstéttar og steypa kallsteina og slíka hluti. Það er ekki auðvelt að gera það í vetrartíman, þannig að sumarið þarf að nýtast vel. Það reyndar verið töluvert erfitt vik í sumar vegna tíðarfars. Það er ekki hjálpað til við framkvæmdir eins og þessar, en það er bara eins og það er. Og umræðan í raun og veru var á bæjarráðsfundinum að það er fundað aftur með stjórn íbúasamtakanna af hálfu umhverfissviðs til þess að fara yfir hvernig þær framkvæmdir hafa gengið í sumar. Og líka bara að heyra reglulega í þeim um það hvað skóginn kreppir, hvað það er sem að þau leggja áherslu á. Til að mynda í sumar hefur við farið
leikvallagerð eða leiksvæðagerð á þeim stöðum þar sem þau hafa talið mikilvægast að bera niður svona í fyrstu hvað það varðar. Þær upplýsingar sem eru, eða gögn sem eru notuð til þess að hitta íbúasamtökin eru fyrst og fremst þau gögn sem eru þá hafa verið lögð fram í bæjarráði, glærur, umhverfissviðs, framkvæmdir og slíkt. Ég veit ekki hvort að ef það verða til einhver sérstök gögn hvað þetta varðar, þá er alveg sjálfsagt að bæta þeim við inn á málið. En þarna sem sagt þau gögn sem eru notuð, það verið notuð í þessu tilfelli eru þær upplýsingar þau gögn sem hafa verið kynnt fyrir bæjarráði eða kynnt fyrir bæjarráði og eru aðgengilega á fundagáttinni sem snýr að framkvæmdum sem framkvæmdum Mosfellsbæjar sem svona verið venjan að gera 3-4 sinnum á ári í bæjarráði. En ef það verða til einhver sérstök gögn hvað þetta varðar sem ég svo sem veit ekki, ég held að sem ekki búið að halda þennan fund ennþá, þá skal ég að sjálfsögðu sjá til þess að þau verði gerð aðgengileg fyrir bæjarfólk. Já, Anna Sigríður, þú ert tillöguflytjandi og þá tel ég rétt að þú fáir orðið hérna í þriðaskiptið. Gjörðu svo vel, og síðan Margrét. Já, takk fyrir þetta svar. En við langar bara til þess að minna á að þegar maður situr ekki í bæjarráði þá heyrir maður ekki kynningarnar með glærunum og eins og ég man þessar kynningarglærur framkvæmdir í bænum þá er svona stiklað á stóru. Hérna erum við að tala eitthvað svona yfirlit yfir eitt hverfi og áætlunum uppbyggingu og hvenær úti til að hlutinni verða komnir í gott lag. Þannig að ég vona bara að það verði tekið eitthvað þannig saman og treysti því svo þá að við þá náttúrulega eins og bæjarstjóri segir fáum aðgang að þessum gögnum. Já, það er Margrét Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þar sem þetta er minn fyrsti fundur á kjörtímabilinu vil ég byrja að þakka bara trausti sem er sýnt að fá það hlutverk að vera komin hér sem varamaður í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og ég ger mig fulla grein fyrir þetta ábyrgðarstarf og mun reyna að sýna því að kostgætti. En varðandi Helgafellshverfi þá vitum við öll að það er búið rosalega mikil uppbygging, hún er búin að vera hröð, það er gífurleg umferð þarna, þetta er hverfi sem er mjög mikið af börnum og ég vil einmitt taka undir bara, ég leggur rosalega áherslu á að þarna verði gripið inn í hratt, hlustað á íbúa, reynda að funda með þeim, hlusta á þeirra sjónarmið og reyna að finna sem bestu lausnir. Ég býð þarna nálægt líka og þetta er rosaleg umferð orðin þarna og gangstígar og þetta, þó að það sé kannski aðalega á sumrið þá er náttúrulega verið að vinna, við veitum ekki hvernig veturinn verður, hann verður kannski bara mjög góður og gott veður þannig að það verður hægt að halda áfram sem væri bara óskandi að reyna að klára þetta sem fyrst. En allavega að styðja það heilsugar að það verði haldið áfram hratt með aðgerð í Helgafellshverfi. Takk. Já, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Ég get alveg fullyrt það að framkvæmdir í Helgafellshverfi eru unnið eins hratt og hægt er. Það er hins vegar þannig að það er ekki hægt að fara í gangstétta eða stígagerð eða kantsteinargerð fyrir en að ákveði byggingastígi í húsi en á, það er bara eyðileggst. Þannig að það er reynt að gera þetta leið og það er skynsamlegt. Það er alveg hárrétt sem kom hérna frá varabæjarfulltrúa Margréti að það er mjög hröð uppbygging í Helgafellshverfi. Ég held að sé svona kannski fordæmalaus hraði á uppbyggingu einum hverfi eins og hefur verið það. Það hefur sína kosti og galla. Gallarnir eru þeir að það er afskaplega mikið umleikis meðan á því stendur og mikið af fólki sem vinnur í hverfinu við að byggja upp húsin, mikið af stórum vinnuvélum og lítið pláss á götunum og hverfinu er líka hannað þannig að húsin standa og mynda ákveðna götumynd, þannig að það er lítið pláss meðan á byggingatíma stendur. Þannig að það þarf að sýna þolinmæði og bærinn þarf að vera klókur í því að sinna þeim framkvæmdum sem hægt er að sinna og strax og það hægt til þess að hverfið sé sem öruggast, aðgengilegast og best.
Þetta eru kannski gallarnir, en kostirnir eru þeir að uppbyggingin tekur skemmri tíma. Þessi óþægindi vara í skemmri tíma, en þau eru kannski meiri meðan á stendur. Og þannig að þetta er verkefni. Ég vil ekki kalla þetta vandamál, heldur verkefni sem að við þurfum að bara standa vörðum og sjá til þess að það sé líka þá í fjárhagsáætlun nægir fjármunir til þess að standa undir þeim framkvæmdum sem þarf að fara í. Það er þannig í fjárhagsáætlun ársins í ár, það hefur ekki staðið á fjármunum til framkvæmda, það er frekar hvenær hægt að fara í það og svoleiðis hlutir. Ég veit til þess að starfsmenn Mosfellsbæjar eru að gera sitt allra besta til þess að þetta gangi sem snurðulausast fyrir sig, en það er óhjákvæmilegt að óþægindi verði í hverfinu meðan að það byggist upp, sérstaklega með þeim hraða sem það er að byggjast upp á, en það tekur þá kostirnir eru þá þeir að þeir tekur þá skemmri tíma. Já, orðið laust. Já, það er já, ef menn vilja ræða þetta ennþá frekar, þetta málið, svo ljúka því fyrst 4. Viltu fá orðið? En önnur mál, það eru önnur málina, það voru 7 mál. Gjörðu svo vel, annars er yfir. Forseti, ég kem hérna enn á ný undir sömu bæjarráðsfundargerð og það er mál nr. 5 sem heitir þess mál sem fráveituáætlun Mosfellsbæjar 2018 og á fundinn mætti fulltrúi frá verkfræðistofu og kynnti, sem sagt, eftir sem stendur hér í fundargerðinni, kynnti fráveituáætlun Mosfellsbæjar. Bókun nefndarinnar er fráveituáætlun Mosfellsbæjar kynnt og lögð fram, en þegar ég opna fylgiskjölin, og ég veit ég þarf ekki að taka það fram að ég náttúrulega gat ekki spurt þetta á bæjarfundinum, þannig að þið verða að hafa þolinmæði með mér. Þegar ég opna fylgiskjalið með þessu máli, þá stendur með stórum stöfum, rauðum stöfum drög á nánast hverju einustu blaðsíðu. Þannig ég er dálítið svona bara, ég verð bara viðurkenna það, ég er pínlítið óviss núna. Samkvæmt bókuninni þá er þetta eins og þessi samþykkt fráveituáætlun sem hafi þá verið samþykkt. En þegar þú opnar fylgiskjalið, þá stendur drög á því. Þannig mér langar bara til þess að vita, er þetta endanleg fráveituáætlun og á bara eftir að taka þessi rauðu drög út eða hvað er ég að horfa á þarna? Það er bara eiginlega einföld spurning. Já, Haraldur, gjör svo vel. Eins og framkvæmur í bókum Bæjarráðs, þá var þessi fráveituáætlun lögð fram. Þetta er áætlun unnin af umhverfissvið og sérfræðingum umhverfissviðs frá þessari tilteknu verkfræðistofu. Þar er ákveðin eins og hún er sett fram ákveðin hugmynd af forgangsröðun, ákveðin að framkvæmda, og það voru færð rök fyrir því af sérfræðingunum og framkvæmdastjóra sviðsins að það væri ákveðna framkvæmdir sem væri nauðsynlegt að fara í. Sumar þeirra eru þegar hafnar reyndar, eins og til dæmis framkvæmdir við Klapparhlíð og þeim stöðum og í Reykjahvoli kom líka fram á fundinum. Þessi áætlun er hér lögð fram og hún þarf síðan að útvatnast í fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þannig að þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst um fjármuni og hvaða atriði eða hvaða verkefni það eru sem talið er nauðsynlegt að fara í, og það er svona gerð grein fyrir þeim í þessum drögum að skýrslu eða þessari fráveituáætlun og gerð tillaga forgang. En það þarf síðan að taka ákvarðanir á grundvelli þessa í fjárhagsáætlun næsta árs og í fjárhagsáætlun bæjarfélagsins. Þannig að þar, eins og ég skil þetta og tel skynsamlegt, þá útvatnast einhverja ákvarðanir í fjárhagsáætlunum á grundvelli þessara áætlunar sem var lögð fram, en hún var ekki með engum hætti formlega samþykkt að fara í allar þessar framkvæmdir, enda er hún ekki sett fram í þeim tilgangi, heldur fyrst og fremst sem leiðbeining fyrir sveitarfélagið,
umhverfis sveitarfélagsins fyrir bæjarstjórn og embættismenn til þess að síðan geta tekið ákvarðanir framkvæmdir á grundvelli þessara tillagna sem hér eru. Annars Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir þessi svör. Sko að því ég tók eftir því eins og kom fram með máli bæjarstjóra að það settur forgangsröðun inn í þessu plaggi og til þess bæri sérfræðingar fengnir til þess að vinna þá væntanlega með starfsmönnum umhverfissviðs að þeirri forgangsröðun. Þannig ég ger nú svona frekar ráð fyrir að það verði farið allavega stuðst við hana. En ég held að það sé betra að fara eftir áliti sérfræðinga svona framkvæmdir. Þannig ég ger bara ráð fyrir því að við sjáum þá í haust þess stað í fjárhagsáætlun eins og bæjarstjórinn nefnir að í hvaða röð verði farið í þessa framkvæmdir og bíð bara spennt að sjá hvernig það verður. Takk. Og orðið laust þetta máli eða önnur máli í þessari fundargerð. Við erum að ræða sem sagt bæjarráð númer 1363. Enginn fyrir sér hljóðs, þá er umræðu lokið og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fundargerðina eins og einstök mál bera með sér. Hún rétti upp hönd, hún þú greiðir atkvæði með, já, það greitt með 9 atkvæðum, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við beint í fundargerð bæjarráðs hinna síðari sem hér eru tekin til umræðu. Það er 30. ágúst, fundur númer 1364, þar voru 8 mál á dagskrá. Það var sem sagt viku síðar. Orðið laust. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp undir máli númer 3 í þessari fundargerð bæjarráðs, númer 1364. Geymslusvæði Ístaks á Tungumölum og þarna er ósk frá Ístaki að kaupa eða leigja. Það er valin 3 svæði sem þeir hafa áhuga á undir einhvers konar geymslusvæði. Niðurstaða fundarins var að bæjarráðs sem var samþykkt með 3 atkvæðum að vísa erindinu til bæjarstjóra og lögmanns Mosfellsbæjar sem skuli í samráði við Ístak leita mögulegra lausna sem samræmist hagsmunum Mosfellsbæjar. Og ég bara veltaði fyrir mér á fundunum var tekin umræða hvaða hagsmunum Mosfellsbær þyrfti sérstaklega að gæta að í þessu tilfelli eða eru bæjarstjóri og lögmaður bara sendir og ákveða þeir hvaða hagsmunir þetta eða hvernig var umræðan þetta mál til minnst þetta pínu sérstök bókun. En ég tek það fram aftur, ég sat ekki hennar fund þannig að kannski hefur þetta allt saman komið fram á fundunum. Haraldur, orðið, gjörðu svo vel. Það er ákveðin stigsmunur eða ákveðin formmunur á fundum bæjarráðs og fundum bæjarstjórnar. Fundir bæjarráðs eru lokaðir fundir. Þar sem að málefni eru rædd, þá geta hagsmunir sveitarfélagsins eru ræddir meðal þeirra fulltrúa sem þar eru. Aðrir bæjarfulltrúar hafa síðan tækifæri til þess að afla þeirra upplýsingar sem það eru. Ég ætla ekki að úttala mig hér á opnum fundi sem er í beinni útsendingum hagsmuni Mosfellsbæjar beinlínis hvað þetta mál varðar. Annað en það að ég sagði það á þessum fundi að ég geti sem bæjarstjóri ekki mælt með því að selja Ístak land þeim né öðrum á þessum stað. Þar sem að ég teldi það ekki skynsamlega meðferð á landi hvað þetta varðar. Og það tengist þessu sem voru að ræða hér áðan, nema nú með öfugum formerkjum að þarna er verið að falast eftir kaupum lands af bænum. Það getur vel verið einhverjum tilfellum sé það skynsamlegt hjá bænum að selja land, en það var mitt mat sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins að á þessum stað með þá verðlagningu sem er á landum og með þessi landnotkun væri það ekki skynsamlegt fyrir bæinn. Það var hins vegar rætt það að þarna væri stórt
og mikilvægt fyrirtæki, Ístak, stærsta byggingafyrirtæki landsins og stærsta byggingafyrirtæki í Mosfellsbæ og það var svona rætt það gæti þjóna hagsmunum bæjarins að þeim væri bærilegast lífið og gætu sem bærilegast stunda sína starfsemi í Mosfellsbæ og á þessum stað og á þeim grundvelli var mér falið og ásamt lögmanni að ræða frekar við það og mögulega leiðir hvað varðar geymslusvæði þarna þessum stað. Ég á eftir að hitta Ístak og ég tel ekki skynsamlegt að fara að úttala eitthvað meir það hér fyrir en að það línur skýrast í því. Og ég og lögmaður munum að koma með niðurstöðu eða hvað framfer á slíkum fundum inn í bæjarráð þegar máli verða komið lengra að hægt að taka fyrir ákvarðanir það. Já, einhver sem vilja ræða þriðja mál í þessari fundargerð frekar. Og svo ekki, en orðið er ennþá laust fundargerðin að öðru leyti. Það voru 7 mál þarna, 8 mál fyrir þið. Það kveður sig engin frekar hljóðs þessa ágætu fundargerð frá 30. ágúst. 1364 bæjar á Mosfellsbæjar. Við göngum til atkvæða og þeir sem samþykkja þessa fundargerð svo einstök mál og þeirra með sér eru bönnuð rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið af fundargerðum frá ýmsum nefndum bæjarins. Það tiltekið eru 2 fundargerðir frá fræðslunefnd, síðan einn frá skipulagsnefnd og svo umhverfisnefnd. Við byrjum þá á fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Frá 21. ágúst, það var aðeins 1 mál að dagskrá þar og Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Kolbrún. Það var ekki næsta fundargerð. Já, en einhver sem vil ræða fundargerð frá, það er 351, fyrri fundargerðin frá fræðslunefnd. Það virðist ekki vera, þá göngum við atkvæðum þá fundargerð. Þeir sem samþykkja hana eins og einstakt mál bera með sig, það var bara 1 mál, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur fundargerð fræðslunefndar hins síðari, fundur nr. 352 á 29. ágúst og Kolbrún þú varst búin að biðja orðið og þá fundargerð. Gjörðu svo vel Kolbrún. Þarna voru 4 mál á dagskrá. Já, forseti, mig langar að ræða mál nr. 1 sem ber heitið erindi, það sem að það ber heitið Vættur skólabragur. Vættur skólabragur, nákvæmlega. Það er ekki lítill titill og mjög mikilvægur. Þar fengum við kynningu, þar kom sem sagt starfskona frá erindi sem hefur sérhæft sig í bættum skólabrag og aðstoða marga skóla sem hafa viljað bæta sinn skólabrag og skólamenningu. Fengum kynningu frá Sigríði Láru Haraldsdóttur sem sagði okkur frá því að verkefnið er nú þegar hafið inn í Varmárskóla og sagði okkur frá tímalínunni sem búið að setja upp og hvernig þetta verkefni verður unnið. Þannig að við mikinn fögnuð viðstaddra þá fór hún gegnum þessa skemmtilegu kynningu og sagði okkur jafnvel frá því að það væri búið að kynna verkefnið þessa vinnu fyrir kennurum og starfsfólki í skólans og allir hafa tekið vel í að fara í gegnum þetta verkefni. Þetta er langtímaverkefni, það verða allir að taka þátt, það verða allir að leggja sig 100% fram, þannig að vel takist til. Og hún nefndi það einmitt að starfsfólk Varmárskóla hafi verið sérstaklega áhugasamt þetta verkefni og þarna verður sem sagt myndið einhvers konar nefnd eða einhvers konar fræðslu eða undirbúningshópur sem mun taka þetta verkefni að sér í sínar hendur með aðstoð og ráðgjöf frá starfsfólki erindis. Þannig að þetta er hafið, þetta er gott, þetta er bara svona smá pressing. Ég held að allar svona stofnanir þurfi á smá pressingu að halda og þetta er bara bætt og markmið er bætt samskipti. Þegar samskiptin eru góð og allir eru afslappaðir að þá eru minni líkur á samskiptavanda sem að leiðir af sér vond samskipti sem að síðan leiðir af sér einelti sem að hefur skelfilegar afleiðingar sem við vitum. Þannig að
Þetta er verkefni sem ég bara ákveðlega ánægð með að Varmárskóli skuli taka í sínar hendur og hefja þessa vinnu. Þetta ekki auðveld vinna. Þetta smá sjálfskoðun og það þurfa allir að leggja sig allan fram til að svo vel takist til. Þetta langtímaverkefni, það getur ýmislegt komið fram sem að þarf að bæta. Erindi tilbúið til að halda áfram þessari vinnu með skólanum. Þannig að þarna eru fyrstu skrefin stigin og síðan kemur það bara ljós hvað gera þarf og hvort að þörf á frekari ráðgjöf eða aðstoð eða hvað það er sem að skólinn vill bæta við. Þannig að ég bara ákveðlega stolt af Varmárskóla og starfsfólkinu þar að vilja fara inn í þessa vinnu og ég held einmitt að svona það sem að skólastofnanir eða menningin, hún getur orðið erfið, hún getur verið krefjandi, við vitum það að skólarnir eru krefjandi vinnustaðir. Og ég held að þetta sé bara góður stuðningur þar inn. Annars get ég bara svara spurningum ef einhverjar verða. Já, það er Valdimar Birgisson, þú ert næstur Mældaskóla. Það er svo vel. Já, það er sama mál. Ég er sammála Kollu, þetta er besta mál og ég var á síðasta ári þá tók ég þátt í svona starfi innan Varmárskóla þar sem var verið að ræða einmitt einindismál sem kom upp þar og það var hópur foreldra sem hafði verulegar áhyggjur af því og kom saman og það má segja að þessi vinna held ég að sé einhverju leyti sprottin upp úr þeirri vinnu og það er mjög gott að fá erindi þarna inn og ég held að erindi sé einmitt samtökin sem geta komið þarna og hjálpa skólunum að eiga þessi samskipti og bæta skólabraginn eins og það er lýst þarna. Ég held að þetta sé besta mál. Það má líka nefna það að Kolbrún hafði nú einhver afskipt að stofna þessa félags upphaflega. Og sem er mjög gott, þetta er mjög þarfur félagsskapur. Já, besta mál. Takk. Já, Anna Sigríður mál 1. Bættur skólabragur. Já, forseti. Ég kem upp undir sama máli. Kynning á samstarfi Varmárskóla og erindi sem bættan skólabrag. Og á þessum fundi, eins og fram hefur komið hér mættur fulltrúi frá þessu fyrirtæki erindi og kynnti samstarfið og formaður nefndarinnar búinn að fara nokkrum orðum yfir að ég held hljóta að vera helstu atriðin þarna. Ég svo sem þekki ekki þannig til erindis að ég geti ákveðið að þetta sé bestu aðilarnir til að taka þetta að sér en ég er alveg viss að það er vel valið og valið að gaumgæfni, svona ráðgjöf inn í skólana. Og ég ætlum að taka það fram að því miður þá forfallaðist áheyrnarfulltrúi Samfylkingar á þessum fundi og þar sem áheyrnarfulltrúar hafa ekki varamenn þá kannski spyr ég ómargar spurninga þetta en það verður þá bara að vera þannig. Ég saknaði dálítið þarna að það fylgir engin gögn með þessu máli. Ég einhvern veginn ímynda mér þeirra fyrirtæki sem tekur að sér svona starf að vera ráðgjafi og miðla sinni sérþekkingu í svo mikilvægum málum eins og við erum að tala um hér. Þá finnst mér frekar ótrúlegt að þetta bara er mælt alltaf munni fram og það hljóta hafa verið einhver gögn, einhver glærusýning eða eitthvað og ég sakna þess að hún fylgir ekki með fyrir okkur hvort sem við höfum átt fulltrúa inn á fundinum eða ekki. Og auðvitað á þetta alltaf við alla fundi, mér er sérstaklega með þetta er svo mikilvægt málefni sem við erum að tala um þarna að mér langar bara til þess að biðja að gögnin sem fylgdu þau verði hengt inn á málið og ég treysti því að því verði tekið vel. En ég tók eftir því svo í máli Kolbrúnar í máli bæjarfulltrúa Kolbrúnar ég skildi þetta þannig erindi væri í svona einhverju langtíma vinnu með skólanum varðandi þetta verkefni en svo kom fram í máli bæjarfulltrúans að erindi væri tilbúið að halda áfram þannig mér langar dálítið til þess að fá svona betri upplýsingur um það hvernig þessi samstarfssamningur erindis við Varmárskóla hvað felst í honum,
hvað mun erindi gera fyrir skólan, hver aðkoma erindis að þessari vinnu í skólanum og mér þetta bara væntum ég fengi aðeins nánari útlistun á þessu. Kolbrún, gjör svo vel, Kolbrún. Já, forseti, ég held það sé bara fyrir mistök hafi kynningin ekki farið þarna með. Ég var bara átt að má því núna, því að það hefði mitt komið fram í kynningunni og kemur fram hvernig ferlið og hvað verður gert. Þannig að hefði kynningin hangið inn á málinu, verið sett inn á málið, það hefði náttúrulega verið að svara mörgum spurningum. En ég skal bara senda ykkur kynninguna eða það fer bara undir málið hið fyrsta. Sko þetta þannig að þetta einhverja vikna vinna sem bara svona svolítið massív vinna. Síðan þegar að ég veit ekki hvort ég get útskýrt þannig að þetta skiljist, en komið það í ljós að þetta svolítið þetta ekki eitthvað sem maður gerir kannski bjargar bara á einni viku, nú bara allt komið í lag, þú veist. Þannig að það þetta verður einhvers konar, margra vegna vinna, skemmtileg vinna, þetta var að gleði og síðan verður bara að funda með þessi teymi og erindi og viljið þið halda áfram. Eða það verður einhver spurningalisti, einhver verkarakista, eitthvað slíkt sem að þær fara á og verður farið yfir. Og ég meina, ég sé fyrir mér þetta verði mögulega, það verður þessi vetur undir. Það mun gerast, þessi vinna farið fram bara í rólegheitum með einhverju svona gleði, einhverjum verkefnum, uppákomum, viðburðum, vinnu, og þannig að veturinn svolítið undir. En þetta mun skýrast allt saman þegar ég skil bara ekkert í okkur að hafa gert þessi mistök að kynningin hafi gleymst. Þannig ég biðst bara afsökunar á því. En ég skal bara reyna að fá kynninguna sem fyrst. Vonandi kannski get bara fengið hana eftir. Þannig ég get senda á ykkur eða hann fari undir málið. Og ég ger líka ráð fyrir því að þetta komi aftur inn til okkar, inn í fræðslunefndina, staða mála, hvað er verið að gera núna, þannig að við munum svona fá aðeins að fylgjast með líka. Ger ég ráð fyrir. Og ég bara býðum það. Það bara líka áhugavert að fá að fylgjast með hvernig framvinda mála er. Anna Sigríður, gjör svo vel. Forseti, ég þakka formanni fræðslunefndar bæjarfulltrúa Kolbrúnu Þorsteinsdóttur fyrir hennar svör og að bæjarfulltrúinn tekur því vel að sem allra fyrst að setja kynningun inn vegna þess að ég gleymdi að segja áðan, það er ekki bara við sem þurfum að vera upplýst svona. Þetta svona verkefni sem skiptir svo svakalega miklu máli út í samfélaginu. Þannig ég held að bara fyrir foreldra og bæjarbúa almennt að hafa til dæmis aðgang að þessari kynningu sé mjög verðmætt bara í sjálfu sér. Þannig ég mjög glöð yfir því að fá svona góðar undirtektir með þetta. Já. Orðið ennþá laust þessa fundagerð, nr. 352, fræðslunefnd. Það lít svo á að umræða með fyrsta mál sér lokið. Anna Sigríður, þú beðið orðið, gjör svo vel. Forseti, þá það mál nr. 2, stoðþjónusta í Varmárskóla, eldri deild. Og á þessum sama fundi fór fram kynning á stoð- og stuðningsþjónustu í Varmárskóla og samkvæmt bókun nefndarinnar og ég minni á að það var engin fulltrúi frá mínu flokkina inn á þessum fundi þannig að ég leyfi mér að spyrja hér að það kemur fram í bókun nefndarinnar að ég get ekki lesa annað út úr sem þetta verið mjög góð kynning og áhugaverð. Og þetta kemur sérstaklega fram í bókunum að þarna verið að ræða aukna stoð- og stuðningsþjónustu og nýtt fyrirkomulag í Varmárskóla. Og mér finnst þetta, það litla eða mikla sem þessi bókun segir, mér finnst mér mjög spennandi og held þessi mikið þjóðþrifamál. En ég líka þarna að velta fyrir mér, var bara munnleg kynning í gangi inn á þessum fundi. Þarna erum við aftur að tala mál sem skiptir svakalega miklu máli. Og ég veit alltaf, ég átti ekki tala fyrir fleiri en mitt framboð að þetta eru hlutir sem við til dæmis lögðum mjög mikla áherslu á í kosningabaráttunni í vor. Þannig ég gleðst bara mjög mikið að sjá að svona hlutir í vinnslu og svo aftur íbúarnir að þeir viti hvað verið að gera. Þannig að mér langar til þess að fá kannski, ég ekki að biðja formann fræðslunefndar bæjarfulltrúa Kolbrúnu að segja mér nákvæmlega frá orði til orðs hvað fór fram inn á fundinum. Mér þætti vænt að fá svona helstu línur
og svo óska ég eftir því að ég bara trúi því ekki að þarna hafi verið munnlega kynningu að ræða að gögnin verði lögð fram. Og ef það var munnleg kynning og hengi gögna, þá held ég bara óska eftir að það verið tekið saman þá fyrir mig. Ég geri það þá bara eftir fund. Kolbrún, Björnsvel, Kolbrún. Já, forseti, til að svara bæjarfulltrúa Önnu Sigríði, þá var þetta munnleg kynning sem fór fram. Skólastjóri Varmárskóla, hún sagði okkur frá því sem að gerast nýtt í stoðþjónustunni þar. Við eigum örugglega eftir að fá ítarlegri og betri kynningu á þessari breytingu sem að hefur orðið. Þannig að ég ger ráð fyrir því að þetta bara komi aftur inn á borð til okkar inn í fræðslunefnd og þá á blaði, þannig að allir geti kynnt sér. Þetta snýst sem sagt í stuttumáli, þá þetta svona að það eru komnar 3 nýjar stofur. Það sem að ein stofa var áður var undir fyrir nemendur sem þurfa á frekari aðstoð að halda. Sérkennslu eða einhvers konar stuðningur og það búið að bæta vel í starfsmannahópinn þar, þroskaþjálfi og fleiri sem eru komnir til starfa. Þannig að það er verið að efla stoðþjónustuna þar, það er að segja sérkennsluna og það er svolítið gaman að segja frá því að þetta eru 3 stofur og það heita Gerpla, Heimsljós og Atómstöðin. Og í Gerplu fer fram svona almenn námsaðstoð þar sem að fólk nemendur þurfa kannski einhverja tímabundna stuðning kannski í ensku eða dönsku eða eitthvað slíkt og fara svo bara inn í stofu aftur. En þannig að ég teka fram að nemendur eru alltaf þarna bara tímabundið, sækjum að fá að vera þarna og eiga svo að fara aftur inn í stofuna sína tilbaka í sinn bekk eðlilega. Og það fyrir fram bara almenn aðstoð inn í Gerplu og inn í Heimsljósi er stofa fyrir krakka sem hafa greinst á einhverju rófi eða hafa einhverju greiningu og þurfa kannski svolítið næði og sem þola illa háaða þannig að þau fái sitt næði þar og það mér líst mjög vel á þetta fallega heiti, Heimsljós, bara að fá að vera þarna svolítið í friði og 3. stofan heitir Atómstöðin. Og það stofa fyrir krakka sem að kannski af öðrum ástæðum geta ekki verið inn í bekk, þurfa kannski líka sitt næði svona til að eins og þau kalla í hjallastefnuna svona til að kjarna sig eða svona núllstilla sig og geta kannski þola illa hávaða á áreiti og bregðast kannski illa við og eiga erfitt með að stjórna sjálfum sér inn í stórum bekkjum. Þannig eða inn í bekk. Þannig að þar fá þau að frið til að einbeita sér. Þannig að þarna búið 3 skipta í rauninni í hópnum sem var ef ég skil þetta alveg örugglega rétt þá var þetta bara ein stofa sem allir fóru inn í. En ég held að með við hvað þau eru öll ánægð með þetta og ég veit að svo sem yfir sérkennslunni gríðarlega ánægð með þessa breytingu og þessa bættu þjónustu við börn með sérþarfir inn í Varmárskóla að þá ég viss það að við fáum þetta á blaði og fáum frekari kynningu á þessu þegar ég get bara að kalla eftir því í fyrsta. Já, Anna Sigríður, Björnsvel. Forseti, ég vil þakka bæjarfulltrúa Kolbrúnu, formaður hreppsnefndar fyrir þessa snöggu yfirferð yfir þetta mál. Þetta hljómar mjög vel og ég sé einmitt sérstaklega að mér minnir að því að síðast ég fór í heimsókn Varmárskóla það var bara ein stofa og þarna greinilega hægt að vinna betur með krökkunum eftir því hvar þau eru stödd, þannig ég held þetta hljóta að vera til bóta. Mig undrar það að svona kynning skuli vera munnleg vegna þess að þetta svo mikilvægt mál. Þetta ekki eitthvað sem bara einhver fræðslunefnd ekki og það má ekki misskilja mig hún ekki eyland og þetta á svo mikið erindi til ekki bara til okkar líka heldur út í samfélagi vegna þess að þarna verið að tala góða hluti sem að gerast í skólanum okkar og betri aðbúnað fyrir börnin okkar. Þannig að ég get alltaf ekki fara fram á kynningu sem ekki var nema í huga einhvers en ég skildi formanninn þannig að hann myndi kannski óska eftir einhverju skriflu þá og það bara fínt og svo nefndi formaðurinn líka að þetta mál kæmi örugglega aftur inn til nefndarinnar og þá myndi formaðurinn ganga eftir því að það yrði sett saman einhver kynning fyrir okkur sem erum svo óheppin að sitja ekki fræðslunefnd sem ein allra mikilvægasta nefnd í þessu bæjarfélagi. Já, orðið laust þetta mál. Já, Björnsvel.
Stoðþjónusta í varmaskóla, eldri deild. Já, ég vil bara taka undir það með bæjarfulltrúa Sigríði að það einmitt, við þurfum að vera miklu duglegri að segja frá því sem vel gert, en þetta ekkert smámál, ég get alveg tekið undir það, þetta gríðalegt hagsmunamál fyrir nemendur og foreldra, þessi bætta þjónusta, þannig að við eigum að segja frá því sem vel gert, þannig að ég vissum að þau eiga þessa kynningu til varmaskóli át allt sem að til á blöðum og við bara köllum eftir því og það kemur bara hérna fyrir bæjarstjórn aftur. Já, vil ég menn ræða ykkur önnur mál þarna, fræðslunefnd, Anna Silja Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég hef bara mjög mikinn áhuga á öllu því sem framfyrir í fræðslunefnd, en svo reyndar eins og ég tók fram í upphafi ég kom inn í fyrst að þá vill það bara þannig til að áheyrnarfulltrúar hafi ekki varamenn og áheyrnarfulltrúan forfallaðist og þess vegna áttu við enga fulltrúan á fræðslunefndarfundi. Ég ekki að reyna að gera ykkur lífið leitt. En grunnurinn á þessu bara, eins og ég sagði hér áðan, að fræðslunefnd bara mjög mikilvæg og allt það sem þar fyrir fram. En það sem langar aðeins að spyrjum núna, það mál númer 3, Ungt fólk 2018, þá verið að kynna þessa árlegu skýrslu frá rannsóknum og greiningu og það alltaf áhugavert að sjá þessar skýrslur. Nú ætlum ég ekki að standa hér og þykjast hafa lært hana utan að fyrir þennan fund, en ég tek eftir að í bókunefndarinnar þá bókar fræðslunefnd leggur til að skýrslan fari til kynningar í skólum bæjarins og meðal foreldra. Og mig myndi endilega að það hefði verið bókað öðruvísi fyrri árin og fór svona aðeins að skoða og ég sé til dæmis bara í fyrra að þá bókaði nefndin með leyfi forseta. Fræðslunefnd felur fræðslu og þjónustusviða að vinna með niðurstöðurnar í samvinnu við skóla og félagsmiðstöð. Jafnframt að niðurstöðurnar verði kynntar ungmennaráði. Mér finnst bókun nefndanna dálítið svona lin. Ég myndi kjósa að fræðslunefndin tæki sér bara stöðu og fæli embættismönnunum að vinna úr svona skýrslu. Þess að þarna eru allskyns upplýsingar börnin okkar og það eru ýmis hættumerki. Ég ætla ekki að fara í einhver einstök atriði í þessari skýrslu. Þannig að ég bara svona eiginlega beini þessu þá bara núna til formanns fræðslunefndar að skoða það hvernig fræðslunefnd vill sjá unnið úr þessu og hvort að fræðslunefnd, eins og ég man eftir því ég sagði, þá voru við að fá köllun aftur eftir úr skólastofnunum. Hvað hefðu stofnunum gert til þess að vinna úr þeim upplýsingum sem komið fram í þessum skýrslu. Og svo langar mig að leggja til hérna tillögu að þessari skýrslu verði vísað til ungmennaráðs til kynningar. Og svo langar mig að spyrja og sem sagt, af því ég get ekki séð að þessari skýrslu hafi verið vísað til fjölskyldunefndar og ef ekki þá langar mig til að leggja það til líka henni verið vísað til fjölskyldunefndar og íþrótta- og tómstundanefndar. Já, það kannski rétt að ræða þessa tillögu bara strax. Hvort að það sem sagt að tillaga annars er að vísa þessu til íþrótta- og tómstundanefndar, ungmennaráðs og fjölskyldunefndar. Svo ræða það bara og afgræða það. Og ég ræði það. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég tek undir það að hún var nú heldur beittari, sú eldri, bókunin undir þessu sama máli, en ég held að það sem allavega fór gegnum huga minn þegar við vorum að afgreiða þetta mál, það komin ákveðin hefð á þetta ferli. Við vísum þessu þetta fer inn í allar nefndir, þetta fer inn til ungmennaráðs, íþróttanefndar, fjölskyldunefndar og þetta fer til kynning. Það til ákveðin struktúr í kringum þessar rannsóknir. Við byrjum að kaupa þar aftur, eða þessi niðurstöður, byrjum að kaupa þar aftur 2011 eða 2012 og þannig að við höfum, þetta alltaf sama ferli sem farið og við köllum síðan eftir, en ég alveg algjörlega sammála því að við megum ekki sofna á verðinum. Við megum ekki, við eigum alltaf að vera á tánum varðandi þessar niðurstöður og megum ekki vera bara þannig að nú fer þetta bara til kynningar og við gerum ekkert með þetta. Þannig að það þetta sláandi glærur vissulega inn í þessum niðurstöðum og það kom aldrei neitt annað til greina en að þetta færi mitt á alla þessar staði sem þú ert að nefna, en ég styð algjörlega þessa tillögu og þetta á allt að fara á þessa staði. Þannig að
þannig ég get alveg tekið undir tillöguna en við erum þess að þetta er komið ákveðin struktúr á það, við viljum þetta fari á ákveðið ferli og við fáum síðan að vita hvernig við erum unnið með niðurstöður og fyrst og fremst að því mér finnst niðurstöðurnar í þessari rannsókn eru þær sem að miklu frekar hægt að vísa heim til heimilana heldur til skólana. Þannig að ég held að hvað varðar þessa niðurstöður þá held ég að sé mjög mikilvægt að foreldrar mæti á þessar kynningar og hlusti og virkilega líti eigin barn. Þannig ég held að þetta er ekki bara við börnin og skólinn, þetta eru heimilin og börnin. Þannig að þessa niðurstöður allavega finnst mér gefa þetta kynna að þá þurfum að kalla eftir því að foreldrar mæti og líti og skoði þessa niðurstöður. Þannig að þá getum við lagt í þetta skiptið svolítið púður í það að fá foreldrar til að mæta. Ég held ég ávallt mætt á þessar kynningar, þessar niðurstöður, að því ég er náttúrulega brenn fyrir þessu málefni og ég er alltaf undrand á því hvað að mæta því miður, ekki mjög margir foreldrar, en það hefur fjölgað og svo hefur það svona nánast, finnst mér núna síðustu skipti, svona að fækka aftur. Þannig ég held að núna þurfi foreldrar að leggja við hlustir. En ég tek undir þetta á að fara á alla staði, ungmennaráð algjörlega og við töluðum það að manni núna þeir reyðast upp fyrir mér, við nefndum ungmennaráð sérstaklega, þetta færi þangað og þannig að þetta er bara ákveðið ferli sem þetta fer í og þá við lokum þessar rannsóknir aldrei ofan í skúffu og gerum ekkert með þér. Ef ég má spyrja Kolbrún þá er það rétt skilið að það sé nú þegar afgreitt að þessi umræður eða niðurstöður þessu einstaka máli ungt fólk 2018 það fari til þessara þriggja nefnda. Þannig að við þurfum ekkert að ræða það hér eða greiða atkvæði eða Við getum alveg, þetta má fara... Skulum það bara hafa það formlegt hérna. Vilja menn ræða þetta mál tillöguna sérstaklega? Gjörðu Það máli bóka það en ég skil það þannig að verklagi sé svoleiðis að það fari á þessa staði. En ef maður vilja bóka það, gera það tillögu þá það finnilega í minni. Og nú eru tvær hendur í þetta annars ykkur hann eru undan. Og það verið að ræða málum með 3 en þá. Já, sko, ég veit ekki hvort þetta er verklega, skriflegt verklega, þá var ég fínt bara að fá það, sko, en ég held að sé bara öruggara með allt svona, að það sé bókaður viljinn til þess að hlutinni fari í vissan farveg og ég var nú líka að hugsa kannski, sko, af því að það hefur stundum verið bókað að það koma aftur inn til fræðslunefndar, sem sagt, niðurstöður líka bara þess að halda kerfinu við efnið að það þurfa að ljúka einhverju vinnu og kynna hann aftur inn í stofnunum bæjar og svo fyrir pólitíkinni. Mér finnst kannski óþarf að óska eftir að það verði sérstaklega bókað hér, sko, en mér finnst mikilvægt að það sé bara fært til bókar að við sendum þessa rannsókn og inn á þessa staði og tek undir svo með formanni fræðslunefndar að það er nefnilega ýmislegt þarna inni sem er bara í raun og veru, hvað ég að segja, sko, það sem eru bara eiginlega heimilin sem geta ráðið við þá hluti sem þar koma fram. Það er ekki skólinn sem getur gert það. Og þannig að ég er mjög glöð að heyra ef fókusun á að vera dálítið meira. Ég veit að það hefur verið reynt að fá foreldra að þessu borði og ef það fókusa betur þá gleðst ég mjög yfir því. En ég vil gjarnan að þessi til að, svona sagt, ég vil leggja hana fram á sér og hún farið til að... Já, ég held að það sé bara rétt að það verði bara skráð í fundargerð núna. Ég heyrist vera algjör samhljómur með það og þurfi ekkert að greiða atkvæði sérstaklega það. Það er engin hreyft andmælum. Það er að segja að, eins og þú orðaði hana Sigríður, að kynningin farið til þessara 3 nefnda. Og fjölskyldunefnd og íþrótta- og tómstundunefnd. Það er að fara hérna inn, en orðið er ennþá laust hérna, Kolbrún, þú varst búin að biðja orðið, gjör svo vel, ungt fólk 2018. Já, ég var að fá þær upplýsingar og mynda á það að rannsóknin og niðurstöðun, þessi skýrsla, hún kom úr fjölskyldunefndinni, þannig að það þarf ekki að senda hana þangað aftur. Þannig að þetta er rauninni, þetta er verkefni, þetta byrjaði alltaf þar. Þegar ég var formaður fjölskyldunefndar, þá var þetta okkar vegum þá og síðan vísað niðurstöðum til fræðslunefndar. Þannig að rauninni til okkar, þetta er gegnum fræðslunefndina, fjölskyldunefndina sem að þetta verkefni kemur og er síðan vísað áfram. Þannig að þetta þarf ekki að senda það til fjölskyldunefndar. Það var rétt að stytta bókunina, ekki satt að veri
sett á þessa tósta íþrótta- og tómstundunefndar og ungmennaráð. Þá er það afgreitt og er búið að færa til bókar, en Rúna Bragi, þú vilt ræða þetta mál. Þriðja mál. Já, forseti og góðir fulltrúar, mér langaði bara að svona sem fyrirverandi formaður íþrótta- og tómstundunefndar þá kom þessi skýrsla alltaf inn á borð. Ég veit ekki hvort að hafa sérstaklega tilkynnt í fundargerð bæjarstjórnar að það ætti að eða inn frá fjölskyldunefnd. Mér langar reynda sem núverandi formaður fjölskyldunefndar að fá auðvitað þessa skýrslu inn að því að fjölskyldunefnd er auðvitað ný. Þannig að þótt hún hafi komið þaðan, það var á síðasta kjörtímabili, þá var gott að fá hana þangað aftur. Já. Og ákveður það bara sem formaður. Það er þá rétt að breyta bókunin aftur henni. Þú setur hana bara á dagskrá, formaður. Það er líka hægt að gera þannig. Skulum þá halda áfram með fræðslunefnd, hún er ennþá til umræðu. Fræðslunefnd, fundur nr. 352, orðið er ennþá laust. Það er reynda bara eitt mál sem stendur út af, en það virðist enginn vilja að ræða það. Þá göngum við til atkvæði þessa fundargerð frá 29. ágúst, fundargerð fræðslunefndar nr. 352. Það sem samþykkja þá fundargerð eins og einstaklega mál bera með sér samþykkt með 9 atkvæðum. Þá kemur nú skipulagsnefnd sem að hélt fund 31. ágúst síðastliðinn og það var fundur nr. 466 og þar voru 13 mál á dagskrá. Mörg mál að venju, haldin hérna morgunn dags og ég gef orðið laust. Skipulagsnefnd Mosfellsbæjar númer 466. Nei. Jú, það er hérna komin hérna. Ég er vanhæfður. Já, þegar til að ræða eitthvað ákveðið mál. Ræða mál 5-8. Þá er rétt að við greiðum ákveða sérstaklega það og ef einhver vil ræða það, þá þetta þú vikir að fundi þá. Vill einhver ræða mál númer 8, tökum það bara fyrir. Það er ekki, en þá höldum við áfram með fundargerðum með öðru leyti, vill einhver ræða önnur mál. Það er 13 mál og Valdimar, þú varst búinn að biðja orðið. Það er mál nr. 7. Það er hérna það er varandi lyftu í húsi sem að World Class er að byggja við sundlaugina. Það var afgreitt þannig að eftir sem sagt álit lögmanns að þeir þyrftu að setja þessa lyftu sem voru að koma sér undan að setja upp og ég lýsi ánægðin minni með það að þeim skuli hafa verið gert að setja þessa lyftu upp og ég vil bara koma þeirri skoðun á framfæri hér að ég er á móti því að það sé verið að byggja að einkaaðilar fá að byggja við opinbera byggingar eins og gert er þarna. Það veitir ákveðið forskot og til framtíðar er þetta ekki vanleg ráðstöfun. Anna Sigríður, mál nr. 7. Forseti, ég kem hér upp undir sama máli og ég vil lýsa ánægju minni með bókun skipulagsnefndar í þessu máli að veita ekki undanþágu varðandi þessa lyftu, þess að fyrirtæki óska eftir því að það þyrfti ekki að setja lyftu í bygginguna. Og já, ég bara lýsa ánægju minni með þessa bókun skipulagsnefndar og svo vil ég bara taka undir það sem að bæjarfulltrúi Valdimar segir hér og það er enda kom mjög skýrt fram á síðasta kjörtímabili afstaða Samfylkingarinnar til þessa máls að láta einkaaðila byggja við svona opinbera byggingu og í samhengi við það var framlengdur leigusamningur afnot af þeim hluta húsin sem bærinn á. Það var ekki farið í útboð til dæmis notkun á aðstöðunni sem við eigum. En það er svo sem ekki til umræði hér, þannig að ég áður en forseti rekum úr pontu þá ætla ég bara að fara úr pontunni sjálf en ég er sammála Valdimar þetta. Já, Haraldur, Ásgeir Sveinsson, gjör svo vel. Forseti bæjarstjóri, bæjarfulltrúar.
Ég vil ræða mál viðbyggingu og lyftu við Lækjarhlíð. Þetta mál kom inn á fund hjá skipulagsnefnd þar sem þeir óskuðu eftir erindi hvort að það væri hægt að sleppa við að hafa lyftu í þessu húsi. Við vísum þessu til bæjarlögmanns til þess að vera bara með það allt saman 100% á hreinu og ég fagna því að það var mjög eindregin niðurstaða sem lá fyrir í því máli. En ég vil jafnframt lýsa yfir ánægju minni yfir því að það hafi skyldi vera gefið samningar á síðasta kjörtímabili við World Class sem rekur þarna þessa líkamsræktarstöð að þeir myndu taka að sér að sjá að byggja hérna viðbyggingu við þessa starfsemi vegna þess að það er mjög tímabært að stækka stöðuna. Þarna fer fram mjög mikil og góð starfsemi fyrir marga Mosfellinga og ég held að hún sé mjög þörf og það að þeir skuli vilja byggja þetta fyrir sinn reikning, það tel ég bara vera mjög jákvætt fyrir bæjarfélagið. Við höfum nóg með okkur að sjáum að halda áfram uppbyggingu af varmasvæðinu og í öðrum svona íþrótta- og tómstundasvæðum hérna í Mosfellsbæ. Ég vil benda á það að Mosfellsbær, ef ég fer rétt með, hefur forkaupsrétt á þessari byggingu. Þannig að ég tel þetta vera mjög jákvætt og held að langflestir Mosfellingar séu mjög ánægðir með þessa niðurstöðu sem var hér á síðasta kjörtímabili. Já, mér langar nú aðeins að tjá mig þetta mál sem heitir hér Lækjarhlíð 1A, umsókn og byggingarleyfi. Það er búið að reykja þetta hérna úr þessum stól og þetta var eitthvað dagskrá á síðasta kjörtímabili líka. Ég ætla lyftumálið, ég ætla ekki að tjá mig það er bara búið að úrskurða það og það verður gerð þarna lyfta. Það er þetta sem ég kalla nábýli. Annars vegar skólamannvirki sem er rekið af opinberum aðila, það er að segja sveitarfélaginu, og hins vegar einkarekin líkamsræktarstöð. Það er ágætt að vera nábýli, ekki náví, heldur nábýli. Það er að segja að þarna eru þess konar fyrirbæri sem tengjast auðvitað líkamsrækt og íþróttum sem eru rekin undir sama þaki, en annað er skylda að byggja og reka. Það eru sveitarfélög sem reka grunnskólana og íþróttamannvirkin, sundlaugina og salina, náttúrulega á Varmá og bara allt land. Og svo er náttúrulega sundlaugin líka almenningssundlaug, en síðan er þessi líkamsræktarstöð sem er rekin af World Class og er stækkandi og hefur mikill áhugi og sókn bæjarbúa á þennan stað. Og það finnst mér geta alveg farið saman. Það er þarna smá skörun, það er að segja að einhverju leyti verða búningsklefarnir notaðir af skólanemendum og eitthvað munu þeir fara í salinn, en það er ekki það mikið skörun að ég geti gert athugasemd við það. Og meðan að þessi tvennt fer vel saman, þá sé ég ekki athugasemd við það. Þetta er tvennt aðskilið samt en undir sama þaki og þjónar öllum bæjarbúum, bæði yngstri borgurunum, bæjarbúunum, skólafólkinu okkar og síðan bara fólki á öllum aldri sem að stunda líkamsrækt. Nábýli finnst mér gott orð og ég held að þetta getur bara verið til farsældar hvað þetta varðar, því að ekki fer nú sveitarfélög að reka líkamsræktarstöð. Þá hef ég lokið máli mínu, en ef við viljum að ræða þetta mál áfram, Valdimar, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Lykilorðið þarna er samkeppni. Með því að leyfa World Class að byggja við sundlaugina, þá er engin samkeppni þar. Þeir hafa einkarétt á því, eða nánast, og fá samkeppnisforskot umfram aðra, sem að ég held að sé allavega í mínum huga, já, óásættanlegt. Það mun leiða til hærra verðlags á líkamsræktarkortum vegna þess að þeir hafa þetta forskot. Reebok hefur ekki
líkamsræktarstöðin hérna hefur það, jú, eitthvað. En og það snýst máli. Ég held að það væri allt í lagi að einkaaðilar byggi fyrir bæinn. Ég held að það sé allt í lagi að hefja útboð á rekstri í byggingu sem bærinn á. Og það er bara besta mál. Og þannig mun sá sem getur veitt bestu þjónustuna á besta verðinu vinna. En þarna verður völdklass gefið heimild til þess að byggja líkamsræktarstöð og væntanlega engin takmörk á því hvernig þeir verðleggja sína þjónustu. En að samkeppnin virkar ekki undir svona kringumstæðum. Það er það sem er vont við þetta mál. Já, og að herra forseti, það sem þú talaður að þetta færi vel saman, auðvitað fer þetta vel saman. Það er nú bara augljóst mál og ég er ekki að mótmæla því að þessi starfsemi sé þarna hlið við hlið. En ég er á móti því að einkaaðilar fá byggja þarna við og fái þar með þetta samkeppnisforskot. Við erum fylgjandi útvistunum á verkefnum, við erum fylgjandi frjálsri samkeppni, en hún er það ekki þessu tilfelli. Má ég alveg orðið forseta? Já, þá er best að rétt að gera hlé, eða ekki? Já, það er hérna stutt fundarhlé og það er veit. Gerum svona stutt fundarhlé. Já, við hefjum þá undan 9, við erum að ræða ennþá mál nr. 7, fundargerð skipulagsnefndar og Haraldur Sverrisson, þú ert að hlaupa með orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta mál er reyndar í skipulagsnefnd vegna þess að það er verið að óska eftir því að fá undanþágu frá því að byggja lyftu sem að skipulagsnefnd féllst ekki á og ég er sammála því, en síðan hafa menn farið að ræða þetta út frá málunum sem slíku sem var svo sem búið að taka ákvörður hér á síðasta kjörtímabili og samningur liggur fyrir eða samkomulag milli Lauga EHF og Mosfellsbæjar og það sem menn nú að ræða það á efnislegum nótum þá ætti ég nú að fá að gera það hérna líka örstutt. Ég er ósammála því sem hér hefur komið fram það að það sé ekki skynsamlegt að gera þetta með þessum hætti. Þarna er bara aðili sem sækir lóð hjá bænum undir þessa starfsemi, alveg á nákvæmlega sama hátt og Reebok hefur væntanlega sótt lóð hjá Reykjavíkurborg undir líkamsræktarstöð þar sem þeir eru að byggja núna hér við Lambhaga í Reykjavík en er nú væntanlega á samkeppnissvæði þessa tilteknu stöðvar hér í Mosfellsbæ. Þar úthlutaði Reykjavíkurborg Reebok þeirri lóð til þess að byggja sína stöð. Á sama hátt gerir Mosfellsbær það. Þetta varðar, úthlutar laugum, lóð á undangengnu samkomulagi að byggja við Lágafellslaug til þess að hafa þar líkamsræktarstöð. Og ég held að það sé erfitt að færa rök fyrir því. Í allri virðingu fyrir því máli að slíkar ákvarðanir hafi áhrif á verð á líkamsræktarstöðum hér í Mosfellsbæ eða höfuðborgarsvæðinu. Samkeppnin virkar heldur með öðrum hætti en það. Og það eru tvær líkamsræktarstöðar í Mosfellsbæ, Elding í Varmá og Vörklass eða Laugar sem reka Vörklassstöðina á Lágafelli, Íþróttavinnustöðin á Lágafelli. Það er leigusamningur við báða aðila húsnæði sem bærinn á. Fermetraverðið á þeim leigusamningi er nákvæmlega það sama. Það sé að báðir aðalega greiða sama fermetraverð, nefnilega á samkeppnisástæðum. Þannig að báðir standi í sama borð hvað það varðar. Það er síðan hins vegar samningur við Eldingu sem er einhver líkamsrækt í Varmá að
greiði leiguna í formi aðgengis íþróttafélaga bæjarins að líkamsræktinni. Það hins vegar bara samkomulag þá bæjarins og eldingar þar að lútandi. Þetta samkomulag við Laugar viðbyggingu við Lágafellslaug að mínum að þetta mjög hagfellt fyrir Mosfellinga, Mosfellsbæ og Mosfellinga. Það var ekki skynsamlegt fyrir bæinn að mínum að og ég held að það sé nokkuð margir sammála mér í því að bæinn ætti að fara að reisa byggingu fyrir fleiri 100 milljónir, 300-400 milljónir til þess að leigja út sérstaklega fyrir einkastarfsemi. Ég held að skatt borgaranna sem betur varið í annað, uppbyggingu á þeim mannvirkjum sem eru í þágu samfélagsins, þar að segja þágu þess sem bærinn rekur, skóla, íþróttamannvirkja sem bærinn rekur og svo framvegis. Það síðan þannig í þessu samkomulagi að bærinn fær aðgengi að þessari aðstöðu á þeim tímum sem hún ekki verið að nota hana á hálfu þessa aðila sem byggir, þar að segja Lauga, þar að segja fyrir skólabörn í Lágafellsskóla á skólatíma, bæði hvað varðar búningsklefa sem orðin takmarkandi þáttur í íþróttamiðstöðinni á Lágafelli. Þeir búningsklefa sem þar eru orðnir of litlir, eða ekki þeir of litlir, þeir eru orðnir of fáir. Þetta eru stórir og glæsilegir búningsklefar en börnum og iðkendum og notendum Lágafellslaugar og íþróttamannins þar hefur fjölgað gífurlega og það hefur verið takmarkandi þáttur í notkun mannvirkis, til að mynda einn af þeim þáttum sem orðið þess valdandi að við höfum farið með börn og Lágafellsskóla niður á Varmá til að stunda þar íþróttir. Dæmur það að börn hafi farið úr Lágafellsskóla niður á Varmá í útihlaup og hlaupið upp í Lágafellsskóla og tilbaka aftur. Mér skynsamlegt að það nú En það skapast að því að það hefur ekki verið búningsaðstaða á þeim stað, eða nægilega. Og hún stendur þá til bóta með þessu. Bærinn fær aðgengi að henni án endurgjalds, fær aðgengi að þessum sölum, líkamsræktarsölum til íþróttakennslu án endurgjalds og þessu aðalatriði þessu eins og hér hefur komið fram, þetta er náttúrulega þjónusta fyrir bæjarbúa. Líkamsræktarstöð sem er orðin og lítill og þjónar bæjarbúum á betri hátt sem og hefur þessi samfélagslega áhrif. Þannig að ég er algjörlega sannfærður það í mínum hjarta að þetta er gott mál, gott samkomulag og til hagsbóta fyrir Mosfellsbæ og Mosfellinga. Margrét. Forseti og bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir, ég er innlega sammála með lyftuna. Það er náttúrulega bara sjálfsagt að það gildir það sama og þeir komist ekki hjá því. En ég bara hugsa að þegar það tekið svo ákvörðun sem eins og er spurning hvort að þeir hafi átt að ræða hér með, því Haraldur bæjarstjóri segir að þetta sé frágenginn samningur á fyrra kjörtímabili við Lauga. Þá finnst mér bara að það þarf að vanda okkur við svona samninga. Það getur skapast fordæmi, það þarf að passa upp á jafnræðisreglur og þegar að vera að leyfa einkafyrirtæki blandast fyrirtækjum öðrum sem eru hér fyrir og vera að tala að þetta geti hjálpað við búningsaðstöðu, en það er kannski ekki að leggja hendur einkaaðila að bjarga búningsaðstöðu við skólana hérna. Og mér finnst líka, hér tilkynnti bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs að það veri forkaupsréttur sem er kannski þá bara athyglisvert. Ég hef ekki séð þennan samning sem er það frá síðasta kjörtímabili. En ég bara treysti því að það sé akkurat rétt. Mér langar bara einmitt að segja bara við þurfum að vanda okkur, það þarf að passa jafnræði og passa fordæmi. Lyftum ástýði, takk. Haraldur. Ég er nú með samninginn í höndunum. Hann er frá því 11. júlí 2017 og ég get alveg fullviss að alla bæjarfulltrúar það að þetta er vandaður samningur. Það var vandað til verka, hann var hugsaður og þetta reyndar ekki eina skipti sem sveitarfélag hefur gert svona samning. Sams konar verkefni er í Breiðholtslaug þar sem
að þetta sama fyrirtæki reyndar byggði þar við þá laug og með svona svipuðum fyrirkomulagi og hér. Það er forkaupsréttur af þessum eignum öllum og hann er reyndar útlistaður á margan hátt. Til að mynda ef að þetta fyrirtæki fyrir þrot, þá er ákvæðum það. Með hvaða hætti bærinn getur eignast hennar eignarhlut. Og það er að mínum mati sú aðferðafræði sem í samningum hvað það var, það er mjög hagfellt fyrir bæinn. Ef að bærinn vill ekki framlengja eða gera áframhaldandi leigusamning við þetta tiltekna fyrirtæki þegar hann rennur sitt skeið á enda, þá getur laugar eða þá fyrirtæki að fara fram á það að bærinn kaupi yfirtæki þessa eign og þá er önnur regla hvernig það skuli gert. Hinn reglan er þann hátt að bærinn borgar minna en eðli málsins samkvæmt. En ef að hins vegar bærinn tekur þar ákvarðanir að vilja ekki hafa þessa starfsemi þarna lengur, þá fer bara ákveðið matsferli í gang og bærinn ber þá að yfirtaka kaupa eignina ef að fyrirtækið óskar þess. Þannig það er ýmislegt í þessum samningu og það er alveg sjálfsagt að koma þessu plaggi á bæjarfulltrúa eða nýja bæjarstjórn ef hún óskar þess. Anna Sigríður, þú erum orðið, það er svo vel. Forseti, ég ætla bara að fylgja í slóðina með fólkinu sem er að ræða mál sem er ekki að dagskrá hérna. Ég bara get ekki annað að koma því að hér kemur bæjarstjóri og líki saman þessu verkefni og verkefninu í Reykjavík. Það er bara, þetta er nákvæmlega ekki, þetta er á ekkert skilport við annað, þar er algjör aðskilnaður á milli rekstursins. Það er ekki þannig að eins og er hérna úti að líkamsrækta fyrirtæki sé með á leigu aðstöðu frá bænum og byggi síðan við hana. Það er ekki þannig þarna. Það er einhvern veginn innangengt inn í eitthvað sund og eitthvað þannig, en þetta er aðskilið. Þetta er ekki sama málið. Svo langar mig til að spyrja, því hérna veifaði bæjarstjóri, afsakið orðbragð, ég ætla ekki að segja veifaði, ég dreif það tilbaka, það var ekki, hér sýndi bæjarstjóri að hann er með samningin sem var gerður á síðasta kjörtímabili. Og þá langar mig til að spyrja, þess að ég ætla bara að halda áfram að brjóta hér fundarsköp og tala mál sem ekki er á dagskrá, að þá langar mig að spyrja bæjarstjóra, hljóðar ekki samningurinn upp á 600 fermetra? Og svo af því að bæjarstjóri nefnir líka hér áðan, að við getum alveg tekið þetta yfir, ég man ekki alveg hvernig hann orðaði það, við viljum ekki þessa starfsemi lengur alltaf, en þá minni ég bara á að þessi aðili sem er að byggja við eign bæjarins er með 15 ára samning leigusamning aðstöðuna sem er fyrir. Þannig að það verður þá ekki fyrir eftir 15 ár ef við viljum það, og ég er ekki að segja við viljum það, en það hlýtur að þurfa að bíða í 15 ár. En þetta menntum að ef að bæjarstjóri kíkti í samninginn og segði mér hvort ef er að tala 600 fermetra eða 900 fermetra sem ég skilst að hafa komið fram á skipulagsnefndarfundi. Hvort verið að fara að byggja 600 fermetra eins og mér skilst að standi í samningnum eða 900 fermetra. Haraldur, Joshua. Fyrst leigutímann. Já, sjálfsögðu kæmi það ekki til kasta fyrir leigutíma liðnum. Bæjarstjórn, Mosfellsbær hefur ákveðið að leigja þetta húsnæði undir þessi starfsemi með þessum hætti. Það var líka ákveðið þegar að bærinn yfirtók Lágafellsskóg eða íþróttamiðstöðina Lágafelli árið 2009. Það var líka tekin ákvörðun það að gera leigusamning við lauga. Þannig að það liggur hlutarins eðli. Þetta er óskum venjubundinn leigusamningur. Leigusamningar eru yfirleitt gerðir til svona tíma. Þeir sem taka húsnæði á leigu undir atvinnustarfsemi þurfa einhvern stabilitet í það og þannig að það er ekkert óeðlilegt í það.
það sem er verið að fara að byggja hérna, stærðina einhvers staðar rétt rúmlega 900 fermetrar. Samkomulagið gerir ráð fyrir því að það var gerð áætlun það að þarna yrði byggð 600 fermetrar. Það var ekki búið að hanna bygginguna, né ákveða að gera deiliskipulag. Deiliskipulag gerir síðan ráð fyrir því, sem fór hér í gegnum skipulagsnefnd og bæjarstjórn, að þarna geti verið stækkun allt að 1000 fermetrum. Þegar þetta mannvirki hannað þá verður það eitthvað rúmlega 900 fermetrar. Samkomulagið tekur á því hvað gerist ef að fermetrarnir eru fleiri eða færri heldur en viðmiðurinn í því það sé að það er fermetraverð per gjaldtöku og viðkomandi byggingaraðili, þess vegna Laugar, greiðir annars vegar gatningarigjald samkvæmt gjaldskrá sem er einhvers staðar tæplega 35.000 krónur á fermetrum og sérstakt byggingaréttargjald sem er 10.000 krónur á fermetrum. Þannig að þeir greiða 45.000 krónur á fermetrum í staðinn fyrir að borga 45.000 sinnum 600 og borgaði 45.000 sinnum 900. Það munar cirka 15 miljónum sem kemur það í kassa hjá þannig. Samkomulag, því viðmiðun að tala í samkomulaginu. Deiliskipulag gerir síðan ráð fyrir því að húsnæðið eða stækkunin geta verið alltaf 1000 fermetrar. Þannig að það voru menn ekki búin að hanna þegar samkomulagið var gert. Þetta er hins vegar það að húsið sé 900 fermetrar er ennþá betra að mínu mati heldur en þessi 600 fermetrar. Bæði er það veitir þá betri þjónustu, salirnir eru stærri. Það kemur lyfta í húsið sem tekur einhverja fermetra og búningsklefarnir eru stærri og meiri tekjur koma í bæjarstjórn. Nú, ég lít svo á að umræðum með þetta mál sé lokið. Nei, ekki samkvæmt. Erum við aftur komin í reglurnar aftur? Við erum með reglum, reglufólk. Það er kannski það gild út fundin? Það gildir alveg þetta mál, sko. Það fylgjum hérna bara samþykktum bæjarins með það. Umræðum með þetta mál er lokið en öðru leyti er orðlaust. Og 13 mál á dagskrá. Þeir sem vil ræða eitthvað þarna. Mér langar rétt að sjálfur að taka aðeins til máls, ræða aðeins mál nr. 6 sem er nú stórt og mikið mál eins og við þekkjum. Það best ég lesi bara titilinn. Aðalskipulagsbreyting Reykjavík 2010-2013 iðnaðarsvæði fyrir efnisvinnslu við Álfsnesvík. Álfsnes á Talnesi tengt hérna Björgun og þetta snerti bæði breyting á aðalskipulagi eins og hér kemur fram. Fundargerðin og breyting á svæðisskipulagi. Ég ætla nú ekki að ræða þetta neitt í þaula, þetta nú verið oft á dagskrá hérna en það er bara svona það sem hefur gerst alveg nýlega. Það þegar svona stóra framkvæmdir eru fyrirhugar þá er nú oft leitað til Minjastofnunar. Minjastofnun hefur nú haft athugasemdir staðsetningu þarna á þessum stað vegna menningarsögulega minja. Það verið töluvert í fjölmiðlum og undanförnum þannig að maður veit svo sem ekki til hvers það leiðir með staðarvalið en ég vildi vekja athygli akkúrat á þessum punkti. Þetta er svona ein hlið af þessu stóra máli. En ég gef orðið laust. Ásgeir, vilt ræða nr. 6 þá? Gjör svo vel, Ásgeir. Forseti, ég kem undir sama máli nr. 6. Ég vil vekja athygli á því að þetta mál var lagt fram til kynningar erindi frá Reykjavíkurborg á fundi skipulagsnefndar þar sem að það var rætt og það var óskað eftir því þar sem að þetta er stórt og mikið mál og það eru allflestir nýir í skipulagsnefnd að það var óskað eftir því að það færi fram kynning á næsta fundi frá Reykjavíkurborg málið sem að ég held að hafi farið fram fyrir fyrri skipulagsnefnd ef að ég skildi það rétt. En allavega við fáum kynningu frá Reykjavíkurborg þetta mál á næsta fundi og það kom reynda fram frá fulltrúa Reykjavíkurborgar sem var að kynna annað mál á þessum sama fundi að það væri komið nýr vinkill í það og við sáum það í fjölmiðlum í gær að Minjastofnun er að gera kannski meira athugasemdir þarna heldur en voru búin að koma fram áður og það er að leita þá að lausnum sem að
á eftir að koma í ljós hvort að það finnast lausnir á því máli, en það kemur hreinlega í ljós, en í millitíðinu munum við fá kynningu á málinu og þetta mál mun að sjálfsögðu fara sína leið hér í kerfinu og þetta er stórkvæmikið mál og skiptir okkur Mosfellinga miklu máli, þannig að ég vil bara vekja athygli á því. Takk. Já, orðið er laust, það þá. Fundargerð skipulagsnefndar. Nú, það kveður sig engi frekar hljóðs, jú, Ásgeir, það er eitthvað annað mál hér. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Það er mál númer 11 sem að segir til námu í Fossadal. Ég vildi líka vekja athygli á því að við fengum kynningu það mál. Þetta er búið að vera lengi í kerfinu, síðan 2007 þetta hafi byrjað. Það er verið að vekja aftur máls á þessu og fulltrúar landeigenda komu hér og hefði kynningu fyrir skipulagsnefnd þar sem að þið sjáuð í gögnunum hvað þeir ætla sér fyrir í málinu. Þetta er auðvitað líka stórt og mikið mál og myndi krefjast breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar. Það kveður á í aðalskipulagi Mosfellsbæjar að eingöngu ein náma skuli vera í starfsemi í Mosfellsbæ hverju sinni. Það er búið að gera bragabóta á 2 aðalannmörkum sem að komu fram í úttekt á málinu á sínum tíma og þeirra rök eru þau að málið sé þá á allt öðrum farvegi núna, en það sem að við óskuðum eftir var það að það svo sem eftir að ræða málið á næsta skipulagsfundi. Þetta var nánast bara kynning, en ég mun óska eftir því á næsta fundi skipulagsnefndar að við fáum kynningu á staðnum til þess að skoða hvernig háttar þarna og myndi þá fara fram á að skipulagsnefnd og bæjarstjórn myndi fara hreinlega að skoða aðstæður þarna áður en að málið yrði tekið lengra. Þannig að því sé svona varpa ljósið á það hér og nú. Takk. Já, ég er nú sett sjálf mig á bælaskrá hérna þetta mál. Þetta er númer 11 í fundargerð skipulagsnefndar. Og ég besti lesi titilinn, það heitir Efnistaka í Hrossadal í landi Miðdals, breyting á aðalskipulagi. Ásgeir Sveinsson fór aðeins yfir þetta mál, þetta snýst sem sagt grótnám þarna og ekki alveg nýtt á nálinni. Og meðan þess að var þetta á dagskránni á síðasta kjörtímabili og þá ætluðum við eins og að því að Ásgeir Sveinsson var nú að nefna hérna skoðunarferð og við ætluðum eins og að fara í skoðunarferð en það var vetraveður og við þurftum að aka Nesjavallalegin en hann var lokaður. Þannig að við gátum ekki farið að skoða. Ég held að það sé bara næsta skref að skoða aðstæður, ekki bara loftmyndir eða kort, fara á staðinu þess að næst honum og þá er það bæði bæjarfulltrúar og skipulagsnefndarfulltrúar og þess vegna þá fulltrúar umhverfisnefnd líka. Þetta er sem sagt bara svona byrjunarreit þannig lagað að það þarf að skoða þetta gaumgæfilega. Það umhverfisáhrif þetta hefur. Þetta er breyting á aðalskipulagi eins og sagt var hérna áðan, þannig að þetta þarf að taka svona skref fyrir skref að mínu viti. Orðin er þá laust og getur bæjarfulltrúar. Skipulagsnefndar fundargerð. Valdimar. Þetta mál þá. Já, gjörðu svo vel, Valdimar. Já, ég ætla bara að taka undir hérna með Ásgeiri að það er bara góð hugmynd að fara með bæjarstjórnina á svæðið og skoða aðstæður. Það þarf að fara mjög varlega í þessu máli og eins og verið hefur gert, eða eins og gert hefur verið og ég tek undir þetta að fara varlega, skoða þetta og íhuga gaumgæfilega. Það er ekkit svona jarðrask á að vera ekki að leyfa það nema vel ígrunduðu máli. En ég tek undir þetta að fara á staðinn og skoða aðstæður.
Nú, Haraldur, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, bara að setja þessu þetta mál, sko. Rétt sem hérna hefur komið fram að þetta hefur verið hér á dagskrá áður. Það var erindi hér fyrir 10 árum síðan frá sömu aðilum um þessa námu. Og þá var reyndar farið í skoðanaferð. Ég fór til að mynda, ekki sem bæjarstjóri, sem bæjarfulltrúi í skoðanaferð í Hrossadal til að skoða þennan stað og þá var þetta bæjarstjórn og skipulagsnefnd og umhverfisnefnd líka fóru þá. Þetta mál var heillengi umfjöllun og fór í umhverfismat og niðurstaða Mosfellsbæjar þá var að heimila ekki þessa námu á þessum stað enda voru þeir aðilar ekki tilbúin til þess að fallast á þær mótaðgerðir sem talda voru nauðsynlegar á þeim tíma í umhverfismati og slíku til þess að þetta gæti verið með einhverjum hætti ásættanlegt. Mér finnst alveg sjálfsagt að skoða þetta mál ofan í kjölinn, það þarf að skoða það vel og vandlega og varlega. Þarna kallast á sjónarmið, fyrst kannski þeirra sem þarna búa, umhverfislega og annað, ónæði, hávaða, jarðarask og slíkt. En hitt það að það þarf líka á svona efni að halda, það nauðsynlegt fyrir bara samfélagið okkar og þá þarf að horfa til þess hvað skynsamlegt að taka það og nýta það. Er þetta staðurinn eða einhver annar? Því að það heldur ekki holt og gott umhverfinu að það þarf að flytja efni í mjög langa vegi, jafnvel að flytja það frá útlöndum eða slíkt eins og stundum er þetta að gera. Þannig að þarna þarf að vega og meta aðstæður, vega og meta sjónarmið, vega og meta hagsmuni, umhverfisins líka og þar eru mörg sjónarmið á lofti. Þannig að ég styð það að þetta sé skoðað, það liggja fyrir heilmikil gögn, það liggja fyrir heilmiklar upplýsingar. Þetta hefur verið rannsakað áður og þar voru ákveðnir steinar, ákveðnir klettar í veginum og Mosfellsbær tók afstöðu. Aðilarnir að koma með þetta aftur upp og óska eftir því að það verið skoðað upp á nýtt og þá væntanlega miðað við það að bregðast við þeim athugasemdum sem komu upp þetta mál á sínum tíma. Þannig að það þarf bara að stíga varlega til jarðar, það þarf að flýta sér hægt í þessu og taka rétt ákvörðun. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég þarf að ræða þetta mál sem á dagskrá. Og ég vil sérstaklega bara taka bæjarstjóra fyrir hans innlegg vegna þess að það eru svo mörg atriði í þessu máli sem þarf að skoða mjög gaumgæfilega og lykilatriði að flýta sér mjög hægt í þessu vegna þess að ef við tökum ranga ákvörðun þá getur hún bara haft mjög slæm áhrif. Þannig að við erum með umhverfundu, við erum með umhverfisáhrif, við erum með áhrif á fólk í nágrenninu og svo marga hluti þannig að ég skil málflutning manna þannig að það sé ekki vilji meirihlutans að rjúka í það að samþykkja erindi sem að liggur fyrir, heldur virkilega leggja sig fram við skoðun og ég vil bara segja það hér að ég hef ennþá sömu skoðun ég er neikvæð fyrir þessu en við skulum sjá hvað nákvæm skoðun og mat á öllum þeim hagsmunum sem þarna liggja leiðir í ljós. Nú, það virðist enginn frekar kveða sér hljóðs þessa ágætu fundargerð skipulagsnefndar frá 30. ágúst, þannig að þá var rétt að greiða atkvæði mál númer 8 og Valdimar Birgisson hefur kosið að víkja fundi, þannig að það er best að gera það og eða við greiðum atkvæði það eina mál. Já, þá ber ég þetta eina mál upp til atkvæða, númer 8, innsend erindi. Þeir sem samþykkja það mál, það er samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá er Valdimar Birgissyni óhætt að koma henni aftur. Þetta var stutt útlegð, Valdimar. En við göngum þá til atkvæða fundargerðina að öðru leyti, þar að segja öll hin málin. Já, og ég ber þá upp fundargerðina.
Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er ein fundargerð eftir sem verður hér borin eftir atkvæða. Það er fundargerð frá umhverfisnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 16. ágúst. Það var reyndar bara 2 mál á dagskrá en fyrra máli var nú umhverfisviðurkenningar og síðan framkvæmdaleyfi Varmá. Orðið er laust. Anna Sigríður. Forseti, ég kem hér upp undir öðru málinu á dagskrá umhverfisnefndar, fundi númer 190, framkvæmdaleyfi Varmá, lagfæring á bökkum Varmá. Þarna er komið, ætla sér ekki, nú er ég dottin út úr fundargattinni. Erindi frá umhverfisstofnun þar sem er veitt leyfi til þessara framkvæmda sem ég skil að séu bráðnauðsynlegar framkvæmdir til þess að varna frekari skemmdum í næsta flóði og það eru nokkur atriði sem umhverfisstofnun telur upp sem þarf að gæta sérstaklega af og gott að blessa með það. Nefndin bókar og hún fagnar að heilum hug, nei hún fagnar bara. Hún fagnar því að farið verði nauðsynlegar lagfæringar á Bakkarofi í Varmá við Álafossskvos en svo bætur hún við en ítrekar þörf þess að farið verði varanlegar úrbætur á Bakkarofi og göngustígum við Varmá og þetta vekur hjá mér spurninga. Nú minnist ég þess á síðasta kjörtímabili að það var verið að vinna í því að ná einhvers konar sátt við landeigendur upp með Varmánni. Hefði nú verið gott fyrir bæinn að kaupa einhverja spildur og eiga aðgang að landinu þarna og mér langar bara til þess að vita hvort það er eitthvað þekking hér inn á þessum fundi núna sem getur upplýst með það hvar er þetta mál statt þessar varanlegu úrbætur og endurbyggingu sem þarf að fara fram upp með allri ánni. Þess að hvar þetta mál stendur, hvort við erum að fara að glitta í að við getum farið að snúa okkur af heilum hug að varanlegri uppbyggingu. Ég veit ekki. Ég hef ekki spurt fyrir það nýlega, þannig ég get ekki svaraði hér og nú. En finnur þú þetta, veit hann ekki eitthvað? Ég veit ýmislegt en nákvæmlega hvar þetta er statt eftir þennan fund. Má ég koma það? Forseti, já, menn svöruðu bara það er kannski til mikið smáls að óska eftir svona nákvæmum svörum á fundi eins og þessum en þá langar mig bara að óska eftir því að framkvæmdastjóri bæjarins, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri sem er einn og sami maðurinn, taki saman yfirlit stöðu þessa máls fyrir bæjarfulltrúa. Þarf ég að gera þetta eitthvað skriflega eða er nóg fyrir mig að biðja þetta bara hér í pontu og... Já, það er Vegnaði nóg. Vegnaði nóg. Þannig ég þarf ekkert að bóka það, ég bara fæ þetta á morgun. Nei. Það er ekki morgun. En sem sé, þessi ósk mín er þá komin til skila. Það er samt betra að hún bærist í tölvupósti, skilu, þannig að það er svona... Ok, ég ætla ekki að segja ok í pontu heldur, ég mun þá setja sér í sætið og senda tölvupóst. Takk fyrir. Mátt segja ok einu sinni. Nei. Þetta Þetta sé á Jóhannu. held ég að sé það útrætt mál númer 2. Einhvern sem við dræði fundabinn öðruleiti. Þannig að reynda bara 2 mál. Ég langar að segja nokkur orð bara mál nummer 1. Bara minna það eins og við vitum náttúrulega öll að þetta er árlegs viðburður. Það er að segja veita umhverfisviðurkenningarnar. Það er að veitla bæjarhátíðinni í Hlégarði á sunnudeginum. Það er frábæru bæjarhátíð, ég hef nú bara aldrei upplifað annarri stemningu bara í Mosfellsbæ þótt við hefur leitað en það var sérstaklega ánægjulegt að veita þessar viðurkenningar og bara svo við rifjum það upp, það var á síðasta ári var breytt fyrirkomulaginu þannig að þetta er svona einn opinn flokkur, áður fyrir var það alltaf einn flokkur fyrir fyrirtæki og annar flokkur fyrir götur og 3. flokkur fyrir garða. Þetta var breytt þannig að vera einn opinn flokkur þannig að núna fengu þeir garðar og eigendur þeirra viðurkenningu og síðan 3 einstaklingar sem hafa allir lagt drjúgan skerf til umhverfismála í Mosfellsbæ.
bara árviss og skemmtilegi viðburður. Þetta var mál nr. 1 og Rúnar Bragi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, mér langar bara að taka undir með forseta að þetta var bara frábær athöfn sem að fór fram í hlégarði, okkar frábæra hlégarði, og líka langar mér að taka undir bara bæjarhátíðin okkar í heild. Held ég að við heppnast bara frábærlega, ekki skemmdi veðrið fyrir, og ég held að þetta hafi verið öllum hér í Mosfellsbæ og þeir sem að því stóðu til sóma. Þetta var frábær helgi. Valdimar, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að taka undir þetta. Þetta var frábær hátíð og óska þeim sem fengu viðurkenningar, bara það mikið, og bæjarlistamanni. Það var eitt þarna í þessu, ein viðurkenningin var hérna, Ævar fékk viðurkenningu fyrir að umhverfisviðurkenningu fyrir að leggja göngustíga. Það var svona aðeins að minnast á það að ég nota þessa göngustíga mikið, það var ekki að inntaki hérna, heldur að það þarf að gera átak í því að bæta þessar merkingar á göngustígum hérna, eða stígum, réttara sagt, í Mosfellsbæ. Mosfellsbær er heilsueflandi bær og ég held að mjög margir af þeim sem kjósa að búa, flytja hingað, að þeir gera það einmitt vegna þessara tengingar við náttúruna, og þetta hjálpar til að gera bæina aðlaðandi stað. Já, þá er umræðan lokið við þessa ágæti fundargerð. Við göngum til atkvæða, þeir sem samþykkja fundargerð umhverfisnefndar eins og einstök mál bera með sér. Bennur rétt upp hönd, annars hefur þú greið atkvæði líka. Það er 9 höndur á lofti, 9 atkvæði. Þá er komið að síðasta liðnum, það sem eru fundargerðir til kynningar. Og það voru, já, óvinni margar, eða það voru 8 fundargerðir. Og við tökum það bara hverja annari. Fyrst er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa, fundur 28. ágúst. Einhver sem vil ræða einhver mál þar. Svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan kemur afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa, fundur haldinn 27. ágúst árdegis. Enginn vill ræða þá fundargerð, þá var þetta bara eitt mál á dagskrá og þá er sú fundargerð lögð fram. Þá kemur næst stjórn SSH, samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, fundur nr. 459, fundur í Kópavogi, og Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Mér langar að taka þetta til málsöndu 2 málum, nr. 1 og 3, það er spurning hvort að ég gera það í aðskildu lagi. Æja, það er bara, byrja bara á öðru. Já, það getur verið að einhverju vilji sjá. Ræða það sko í framhaldinu. Það fyrsta málið er samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Það var farið yfir á fundi stjórnar SSH yfir viðræður 3 stjórnarmanna í SSH, þar að segja borgarstjóra, bæjarstjórans í Kópavogi og bæjarstjórans í Garðabæ, sem var farið það verkefni að ræða við ríkisvaldið um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu í kjölfar úttektar eða skýrslu nauðsynlegar framkvæmdir eða fjármagn í framkvæmdir eða samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu til 2030. Það kom fram að það þyrfti að setja í þennan málaflokk 80 milljarða á þessu 12 ára tímabili hér á höfuðborgarsvæðinu, annars vegar í borgarlínu, svona cirka bát helmingin þessari upphæð, og svo hinn helmingin í endurbæta gatnakerfi, misla gatnamót, borgarlsreinar, endurbætur á vegakerfi höfuðborgarsvæðisins. Og ég vildi nú bara segja ykkur frá því að þeir voru sem sagt að gera grein fyrir þessum fundi sem var með var með samgönguráðherra, fjármálaráðherra og forsætisráðherra held ég örugglega þessi mál, og það kom fram að það er samhljómur meðal ríkisstjórnarinnar og þessara og SSH það að nauðsynlegt sé að leggja fjármagn í þessa hluti.
Hins vegar svo sem ekki komin niðurstöðu það hvaða upphæðir þar að ræða. En það hins vegar sko styrkir málstað sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu mikið. Það skuli vera búin að gera þessa úttekt og leggja fram þessar tillögur þessa 80 milljarða á þessu tímabili. Annars vegar í borgarlínu, í áföngum og svo það að þurfum við að endurbæta hér stofnvegakerfið hér á svæðinu. Því að eins og við höfum svo sem margoft fengið upplýsingar það er að segja þeir sem hafa verið í bæjarstjórn og viðlóðandi þetta núna undanfarin kjörtímabil að ef ekkert verður gert í þessum málum þá horfum við til enn meiri vandræða vegna þess að okkur hér á höfuðborgarsvæðinu á að fjölga um 70.000 manns til ársins 2040 og ef að sú fjölgun verður í sama hlutfalli, það er að segja fjölgun ökutækja á þessum ágætu vegum okkar verður í sama hlutfalli og ekkert verður gert við vegakerfið eða almenningssamgöngur bættar þá stefnir í það að hér komist engin lönd né strönd og þess vegna er þetta mjög mikilvægt mál og það þarf að leysa að mínum mati á tvennan hátt með bættum almenningssamgöngum, með hugmyndafræði eins og borgarlínu hvernig sem hún nú útfærð og svo því að laga hér stofnvegi. Þetta tvennt þarf að haldast í hendur. Þessi umræðastundum hafa togast í aðra hver áttina, það sé annarkvort þurfa að gera borgarlínu eða þá að laga vegina, en það þarf að gera hvoru tveggja. Þetta verður ekkert leyst nema að hvoru tveggja verði gert. Það er að segja hvort sem að kalla það borgarlínu eða hvað maður vil að kalla það, að það sé almenningssamgöngur sem að nýtast á álagstímum til að flytja fleira fólk hraðar á milli staða, úr vinnu heima frá í vinnu og frá vinnu og heima frá í skóla og svo framvegis. Og það þarf líka að laga og leggja miklu meira fé í stofnvegi hér á svæðinu. Og ég bara vona það svo innilega að þessi stefna, þessi úttekt og þessi skýrsla sem að var lögð fram í síðastliðið vor eða síðastliðið vetur, að hún geti orðið grundvöllur til þess að ná sátt. Það er ágætið sátt milli sveitarfélaga hérna á höfuðborgarsvæðinu, en ná sátt og framkvæmdum milli sveitarfélagana og ríkisvaldsins þessi samgöngumál hér. Og svona, mér fannst svona andinn sem þeir voru að lýsa frá þessum fundi vera jákvæður. Það er hins vegar engar niðurstöður, en það er svona, það væntanlega nálgast í það að það kom einhver niðurstaða þá og það alltaf kemur einhver niðurstaða þegar fjárlagafrumvarpið er lagt fram og fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Það verður spennandi að sjá hvað þar lítur dagsins ljós, en það líður á að við hér á höfuðborgarsvæðinu, í hvaða flokki sem við erum, að við stöndum saman nauðsyn þess að á þessu verði gerð bragarbót. Því að annars horfir til mikilla vandræða hér, held ég, ef ekki næst einhver konsensus þetta og þá munum við verða í töluverði vandræðum að komast hér á milli staða á höfuðborgarsvæðinu svona að minnskosti á ákveðnum tímum sólarhringsins. Ég veit ekki hvað ég ætlaði að tala um mál 3 líka, ég veit ekki hvort eitthvað vil taka til mál sýnist það, þannig að ég tala á það á eftir. Já, við skulum klára þetta mál bara og það er Valdimar og Anna Sigríður. Gjörðu svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Ég deili þessari skoðun líka að það er nauðsynlegt að fara í borgarlínuna og líka að bæta samgöngur og þetta ætti að vera mál sem við ættum öll að geta sameinast að beita okkur í. Það er kannski ein spurning og ég held að það sé mikið hagsmunamál fyrir Mosfellinga og það er Sundabrautin. Maður langar kannski að spyrja bæjarstjóra hvort það hefði eitthvað verið rætt og hvernig eru við eitthvað í Mosfellingar að þrýsta á það að það sé
haldi áfram sem sagt að hún verði byggð sem fyrst. Við benda á það að sko að vera að ræða hérna uppbyggingu innar og athafnasvæði Reykjavíkur þar sem þeir eru að flytja mikið af efnistökunni sinni upp í Álfsnes og út á Kjalarnes og þannig að með tilheyrandi aukning og bílaumferð hér í gegn sem ég gerir ráð fyrir að Sundabraut gæti að einhverju leyti leyst. Já, kannski fá annars erið fyrst og svo að Haraldur svarar. Já, svo vel. Forseti, ég kem hér í pontu til þess að lýsa yfir fullum og einurðum stuðningi Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ við þau áform sem hafa verið uppi þessar bráðnauðsynlegu endurbætur á samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu, svo að eins og bæjarstjóri sagði, við lokum sig öll hvert inn í sínu hólfi eftir nokkur ár vegna þess að fólksfjölgunin og það bara búið að skoða þetta allt saman og það til bærum sérfræðingum að ef við höldum áfram eins og við höfum gert þá stefnir í algjört óefni og svo líka hitt að þegar menn hafa verið að reyna að pólarisera umræðina þannig að við séum annaðhvort að tala almenningssamgöngur og bara stofnvegu uppbyggingu, þá það ekki þannig, þetta eins og kom fram hér í málið í bæjarstjórans, að þá hangir þetta algjörlega saman og það engan bilbug á okkur að finna í stuðningi við þetta mál og ég vona bara að svo sé aðra bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Mosfellsbæjar, því þetta geysilega mikið hagsmunamál aðalega náttúrulega bara barnanna okkar og barnabarna. Það kannski, eða allavega okkar sem komin á virðulegan aldur. En þetta hlutur sem við verðum að standa í lappirnar með. Og þannig ég vildi bara koma hér upp og taka heilsugur undir með bæjarstjóra hvað þetta mál varðar. Takk. Úps. Já, Haraldur, þá tökum þú mál, skjör svo vel. Það fyrir Valdimar, hann myndist á Sundabraut. Ég tek undir það að Sundabraut mikilvæg samgöngubót og það með einhverju leyti tekið á henni í þessar úttekt eða þessu plaggi sem var sameiginlegt með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðin og samgönguráðuneytinu. Hins vegar sko það mín skoðun að sko Sundabraut ekkert endilega alfa og omega fyrir okkur hér í Mosfellsbæ. Hún er til góðs, en það ýmislegt annað sem kannski mikilvægara. Ástæðan svo að svo umferð sem fer hér Vesturlandsveginn í gegnum Mosfellsbæ og upp á Þingvallaveg, sko það um 80 til 85% af þessari umferð. 15–20% umferðin sem kemur það utan að landi, það sé Vesturlandi og Norðurlandi og ekur í dag í gegnum Mosfellsbæ. Hin umferðin að fara annað hvort hingað eða þá Þingvallaveg og austur fyrir fjall. Það hins vegar eru hér ákveðnir tappar eða ákveðin tímabil ársins og vikuna sem að umferðin meiri, þetta meðaltalið. Á eftirmiðdögum á föstudögum á sumrin og eftirmiðdögum á sunnudögum á sumrin og miklu ferðahelgar þá þetta hlutfall allt öðru vísi. Það var stærra hlutfall að koma utan að landið ekki að fara þessa leið og sem kallar á hér ákveðin vandamál hér til dæmis í gegnum okkar bæ og þess vegna sko brýnasta verkefni í mínum huga hér fyrir okkur að vegakerfið hér í gegnum bæinn sé lagað og gert þannig að þetta komast til klakklaust áfram. Bæði vegurinn allt of afkastalítill og svo bara hættulegur miðað við þá miklu umferð sem hann fer. Þetta 2+1 vegur að hluta til sem óaðskildum akreinum. Það sem bjargar því kannski umferðina svo mikill að fólk keyrir hægt og sér hvað þetta er hættulegt. En auðvitað þetta framkvæmdir sem þarf að eiga fyrsta forgang fyrir okkur sem og að leiðin þá til Reykjavíkur sé greiðari, þar að segja að það myndist ekki tappar á þessu stóru miklu gatnamótum sem eru þar og það eru þá tvær leiðir að laga gatnamótin og fjölga þeim sem fara í almenningssamgöngur. En ég tek undir það að Sundabraut líka mikilvæg og sérstaklega í því ljósi sem þú nefndir bæði Valdimar
það þá starfsemi sem að svona til framtíðar Reykjavíkurborg hyggst hafa á Álfsnesinu og Kjalarnesi. Það er ekki okkur til hagsbóta allir þeir flutningar hugsanlega séu hér að fara í gegnum okkar bæ. Hins vegar sko, hefur sú framkvæmd svona mér sko til byrjunin á henni því að Sundabrautin í nokkrum áfangum annars vegar fyrsti áfangin er nú bara frá yfir Grafavoginn með einhverjum hætti og síðan þaðan gegnum Grafavoginn upp á Geldinganes og þaðan yfir hérna inn í Gunnunes og yfir Álfsnes og þaðan yfir Kollafjörðinn. Þannig að þetta er nokkru firðir eða sund að brúa og sko, fyrsti áfangin sem það náttúrulega að koma fyrst er sem sagt tengingin þá innan Reykjavíkur, það er að segja yfir Grafavoginn og þá upp á Geldinganes. Og þar eru til dæmis skipulagsmál í Reykjavík ekkert klár og raun og veru málið aldrei upp í loft milli Vegagerðar og Reykjavíkurborgar hvar svo tenging á að koma. Því það skiptir líka máli fyrir okkur Mosfellinga að svo tenging sé eitthvað skynsamleg. Þannig að hún sé þá þessi vegur eða þessi framkvæmd er þá nýtt til þess að komast þá svona á þá staði á höfuðborgarsvæðinu sem að hérna þarf að komast á en ekki tengjast til dæmis inn í 100 Reykjavík sem að kannski fæstir að fara á. Þannig að ég held að þar kannski er fyrst og fremst fyrsta verkefni til þess að koma því verkefni á koppinn en það eru margar framkvæmdir nauðsynlegar, þetta er ein af þeim en ég myndi setja aðrar fyrir Mosfellsbæ á undan. Þannig að segja hér þarf að laga veginn gegnum bæinn, það þarf að koma því þannig fyrir að við komum síðan þegar við komum út úr bænum til Reykjavíkur að við komumst þangað svona á einhverjum tilhlýðilegum tíma til okkar vinnu eða okkar skóla eða hvað við þurfum að gera og þar þarf að koma til sambland af hágæða almenningssamgöngum sem notaðar af massanum og betri vegtengingum og gatnamótum. Þetta er svona mín afstaða til þessa máls. Já, einhver sem vil ræða fyrsta málið, samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu heiti það. Svo er ekki bæst að þú ætlar að ræða eitthvað annað mál, þá ger ég þér aftur árið. Ég ætla að fá að ræða hérna mál nr. 3 sem heitir hér í fundargerð SSA samstarf sorpsamlag á Suðvesturhorninu. Þetta mál sé nú langa sögu, við ætlum ekki að fara í gegnum hana alla en byrja bara á kaflanum eigendasamkomulag sveitarfélagana sem standa að sorpu sem gert var árið 2013 gas á jarðgerðarstöð í Álfsnesi, stöðvun urðunar þar og framtíðarsýn varðandi samstarf landshluta hér á Suðvesturhorninu förgun úrgangs. Þetta eigendasamkomulag fyrir margar sakir merkilegt. Það náttúrulega var geysilega mikilvægt og geysilega mikilvægt fyrir Mosfellsbæ það að urðun lífræns úrgangs verði hætt í Álfsnesi. Daginn var tekin skóflustunga gas að jarðgerðarstöð sem að gerir það þá að verkum þegar hún er komin á risinn tekið til starfa síðla árs 2019 eða byrjun árs 2020 þá er hægt að hætta urðun lífræns úrgangs í Álfsnesi. Það þarf hins vegar áfram urða og það er þá það sem kallað er óvirkur úrgangur sem ekki er hægt að jarðgera eða gasgera eins og í fyrir gas að jarðgerðarstöð. Það er líka úrgangur sem hefur ekki eins mikil eða hefur ekki þessi áhrif sem lífræn úrgangur hefur, það sé lyktarmengun eða eins mikla sjónmengun, þetta er alltaf miklu minna magn og býr ekki til lykt eða slíka hluti. En það þarf annaðhvort að urða slíkt eða brenna eða hvoru tveggja og þetta samkomulag það gengur út á það að nýta resursa eða hugmyndafræði því gengur út að nýta resursa ef að nota það orð þessara landshluta til sameiginlegs árangurs í þessum málum. Það sé að
að lífrænn úrgangur bæði frá höfuðborgarsvæðinu, frá Suðurlandi, frá Reykjanesi, Vesturlandi verið meðhöndlaður í gas- og jarðgerðarstöðinni og úr því verður til metangas sem og jarðvegsbætir eða molta og hún nægilega afkastamikill með stækkunum mögulegum til að geta þjónust á þetta svæði minnst til einhver áratuga. En það breytir ekki því að það þarf að koma þessum óvirka ógargi fyrir og það líka að brenna. Það vill svo til að á Suðurnesjum er brennslustöð sem að nú reyndar komin til ára sinna en þar gerir skipulag ráð fyrir því að getur verið brennslustöð og verður það áfram. Og það hefur verið viðræður í gangi milli Sorpu og sorpsamlagsins á Suðurnesjum sem alveg stólu með hvað heitir. Kalka heitir brennslustöðin að sameina þetta tvennt og það er ágætlega vel komið. Síðan hefur verið horft til þess að á Suðurlandi geti þá verið staður fyrir urðunarstað fyrir þennan óvirka úrgang og horft hefur verið til Nesans sem í Ölfusi sem þar aðalskipulagi í Ölfusi sem sagt gerir ráð fyrir því að þar getur verið urðunarstaður með einhverju slíkum hætti og það hafa verið viðræður í gangi milli Sorpu með tilstuðlan SSA núna undanfæri misseri við Sorpsamlag Suðurlands það að þar verði þessi urðunarstaður. Samningur móttöku lífræns úrgangs frá Suðurlandi í Sorpu hefur endurnýjað frá mánuði til mánaðar vegna þess að menn hafa viljað sjá fyrir endan á þessu og ég vil að segja það að ég hef nú orðið fyrir töluverðum vonbrigðum með framgang þessa máls og það var bókað núna nýlega í bæjarstjórn Ölfus erindi frá Sorpstað Suðurlands það að opna urðunarstað á Nesandi og sú bókun er ekkert á mínum mati ekkert sérstaklega til þess að vekja bjartsýni að það mál nái fram að ganga. Hún minnst hvort mjög loðin og teygjanleg og hægt að skilja hana á margan máta. Og ég vildi nú bara upplýsa bæjarstjórn og bæjarbúa þetta. Það síðan fyrirhugaður fundur núna á þriðjudaginn með eigendum Sorpu, það sé öllum bæjarstjórum eða þeim sem eru framkvæmdastjórum sveitarfélaga sem aðild eiga Sorpu, sem á stjórn Sorpu, sem á stjórnu Sorpsamlag Suðurlands þetta tiltekna mál því að í hugum þá var þetta rætt á stjórnarfundi SSA á mánudaginn að það samstaða það að ef að Suðurland getur ekki komið með eitt púslið í þessa sameiginlegu sýn þessara sveitarfélaga, þar sé lífrænn úrgangurinn sé í gas- og jarðgerðarstöðinni, brennslan fara fram á Suðurnesjum og urðun óvirks úrgangs geti verið á Suðurlandi. Ef þeir geti ekki lagt þetta púsl inn í þetta, að þá getum við ekki tekið á móti þessum úrgangi frá þeim lengur. Þeir verður þá bara að finna sína lausn á því. Og það er bara þannig í mínum huga, ef maður leggja þessa þrjá þætti á borðið, það væri 3 bitar sem maður mætti velja annars vegar taka á móti lífrænn úrgangnum, hafa sorpbrennslu eða hafa urðunarstað fyrir óvirkan úrgang, þá er í mínum huga engin spurning hvaða bitar maður myndi velja fyrst. Maður myndi taka urðunarstaðinn fyrir óvirkan úrgang. Hann hefur minnstu umhverfisáhrifin, minnstu óþægindin og auðveldast að framkvæma hann sérstaklega fyrir mikinn landshluta eins og Suðurland. Þannig að ég var tiltölulega bjartsýnn fyrir nokkrum mánuðum síðan þetta myndi ná fram að ganga, að það var að hafa þennan urðunarstað þarna á Nesandi í Ölfusi. En sú bjartsýni hefur minnkað, ég tel það ekkert útilokað en ég vildi bara segja ykkur það að þetta svona ekki alveg að ná þeim framgangi sem ég hefði vonast eftir og við sem hefur verið að ræða við þetta ágæta fólk þetta mál. En það er semst fyrir þessi fundur og þriðjudag, stór og mikill fundur. Ég held að þessi svolítið svona úrslita atriði hvað gerist næst. En ég gerir þá ráð fyrir því að ef framlag Suðurlands verður ekki neitt þá muni stjórn Sorpu til með framhaldinu bara segja, heyrðu þá, hér er nóg komið, við tökum ekki á móti lífrænum úrgangi með frá Suðurlandi
og þá mun örugglega upphefjast alls konar umræða af vondu sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu sem neita fámenninu á Suðurlandi að taka á móti þeirra úrgangi, sko. En það verða allir að vera með í þessu verkefni. Þetta er ekki bara verkefni höfuðborgarsvæðisins og það er eiginlega í mínum huga mjög skrítið að skuli vera að flytja úrgang úr dreifbýlinu inn í þéttbýlið. En ok, ég meina að þetta er hérna skynsemi í því ef að hægt er að leggja þetta svona fram að það séu það allir þáttakendur í málinu og hver leggir fram sinn þátt í það að það sé hægt að gera þetta almennilega á svona með þessum hætti. Ég vona að ég áttuðu gráði hvað er að reyna að segja. Já, einhver sem vil ræða þetta mál, það er að segja nummer 3 í fundargerð frá stjórn SSH. Nú eða einhver annar mál, heldur en 1 og 3. Svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð. Já. Þarna voru hvað 7 mál á dagskrá. Já, aðeins að spyrja hérna eitt bara. Gjör svo vel, annars er ég Forseti, mér langar til þess að spyrja bæjarstjóra út í umræður mál, ég sé nú ekki núna hvað það var, það er samstarf málefni utangarðsfólks. Það hvort það geti, er ég rangri fundargerð kannski? Já, þetta er ekki. Það er ekki á þessari fundargerð allavega. Býttu nú við, hvaða dagsetningu afsakið? Jú, fyrir ekki, þetta er C-liður undir önnur mál. Alveg rétt að vera. Þú veit ekki hana? Jú. 7. mál C-liður, erindi frá borgarráði, samstarf málefni utangarðsfólks. Ef ég myndi biðja bæjarstjóra aðeins að fjalla það. Gjör svo vel, Haldur. Já, forseti, það var reyndar ekki mjög nákvæm umræða um þetta. Þetta er eitt mál sem hefur komið fyrir áður í stjórn SSH og við þekkjum skoðun umboðsmanns Alþingis umboðsmaður Alþingis sem gerði úttekt eða skoðun á þessu máli. Það voru svo sem bara allir sem tjáðu sig sammála það, þetta var eitthvað sem þeir þurftu allir að taka til sín, vel sveitarfélögin, og þess vegna var þessu vísa til skoðun og umsækjana hjá samráðshópi forstöðumanna velferðarsviða. Það eru samráðshópar annars vegar velferðarsviða og fræðslusviða og reyndar skipulagið reyndar ekki gegnum svæðisskipulagsnefndina, þannig að það hefur verið svona vettvangar til þess að ræða sameiginleg mál og þessu var vísað þangað og það kemur vantilega einhvers konar skoðun á því frá þessum hópi og það aftur inn í stjórnina til þess að þá fjalla en það var ekki nýjaströng umræða á þessum fundi þetta mál. Já. Einhver annar mál sem vilja ræða. Stjórn SSH, fundur nummer 459. Og svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá er komið að stjórnarfundi á slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur var haldinn 17. ágúst síðastliðinn, Skógalíð 14. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Þar voru 12 mál á dagskrá og það kveðis engin hljóðs, þá var þessi fundargerð lögð fram. Og þá er það Sorpa. Það er að segja stjórn fundargerð frá Sorpu, byggðasamlagi, fundur númer 393 og hann var haldinn 17. ágúst síðastliðinn. Orðið laust. Kolbrún, gjör svo vel. Já, forseti, mig langar að ræða eitt mál hér í fundargerð Sorpu. Þetta blessa Sorpið sem við þurfum endalaust og ávallt að vera að huga að og skoða hvernig við getum gert betur og það var nú það skref sem við stigum nú á þessu ári varðandi, eða stigum til fulls á sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborg varðandi plastsöfnunina. Og þarna er eitt mál frá, það er að segja að það er skýrsla eða einhvers konar úttekt á tilrauninni sem var gerð í
tilraunaverkefni þegar það fór á stað fyrst áður en við ákveðum að hefja síðan verkefnið þá eru hérna niðurstöður frá Seltjarnarnesbæ. Seltjarnarnesbær var einhvers konar svona tilraunabær þegar áður en við ákveðum að stíga þetta skref til fulls. Og það er bara gaman frá því að segja því að fólk hefur náttúrulega það kallaði svolítið eftir þessu en þarna kemur fram í fundargerðinni eða í þessari úttekt frá Seltjarnarnesbæ að þessi aðferð sem við erum að nota núna, allavega við hér í Mosfellsbæ, reyndar ekki Kópavogur og Reykjavík, hún er að skila nú töluvert miklu magni af plastumbúðum sem fer í farveg endurvinnslu síðan. Undir hvaða máli þetta Kópavogur? Hvaða máli þetta hérna? Er ég vitlaus í fundargerð? Nei, þetta er verðurstu. Þetta er númer 4.3. Já, þetta er undir málinu fyrirspurn frá bæjarráði Kópavogs. Já, þetta er það mál, afsakið. Það er alveg rétt, afsakið. Þetta er það mál, þetta er Kópavogsmálið. Ok, ég var bara svo impressed af skýrslunni frá Seltjarnarnesbæ, ég glemdi Kópavogi. Þetta er plastsöfnunina og það er niðurstöður af því að Kópavogsbær er að fara aðra leið. Þannig að þetta er niðurstöðunar frá Seltjarnarnesi og já, ég vildi bara benda á það að við erum þetta er að skila árangri og ég meiri segja hef það frá framkvæmdastjóra Sorpu að við erum að toppa helstu borgir í Evrópu varðandi plastsöfnunina hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að fólk er það áhugasamt, vill gera vel og hefur tekið vel í þetta verkefni. Svo náttúrulega hitt annað mál að við þurfum náttúrulega að fara að minnka sorp, það er næsta verkefni okkar, við getum ekki tekið endalaust við, þannig að það er verið stóra verkefni okkar. En allavega þá erum við á réttri leið með þessa aðferð, en auðvitað væri það óskandi að við værum öll að nota sömu aðferðina hér á höfuðborgarsvæðinu, því mér finnst svona sorphirða eða þar að segja þessi svona endurvinnslu og umhverfismál mér finnst varandi endurvinnslu og þann úrgang sem kemur frá heimilum og fyrirtækjum að sérstaklega frá heimilunum þar að segja að það séu notaðar sömu aðferðir og allir gangi í sömu tunnuna sama innan hvaða landamæra sem þeir eru og innan hvaða bæjarmarka. En það er ekki allir sammála því, það er allavega mín skoðun að við ættum að vera öll að nota sömu aðferðina en allavega þessi aðferð er að virka og ég vildi bara vekja athygli ykkar á því. Já, fundargerð Sorpu, áriðið laust, stjórn Sorpu, fundur nr. 393. Nú það kveður sem ekki frekar ljós, þá var þessi fundargerð lögð fram, þá erum við eftir 2 fundargerðir sem eru hérna lagðar fram til kynningar. Það er næst Strætó. Það var fundur í stjórn Strætó föstudaginn 17. ágúst síðastliðinn í Mjóddinni, fundur nr. 289, orðið laust. Nú, hvað sér þau? Strætó, 289, 17. ágúst. Engin kveður sem ljóðs. Þá var þessi fundargerð lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerð þessara fundar. Nú, já. Það meina næstin. Já, við skulum bara taka þetta í Strætó. Já, skulum bara ræða það. Gjörðu svo vel, annars það er sem fundargerð stjórnar Strætó 17. ágúst. Fundur nr. 289. Mér langar aðeins, við erum náttúrulega alltaf góðu raun hérna í þessari bæjarstjórn og fá alltaf mjög góð yfirlit eftir stjórnarfundi hjá Strætó og allavega á síðustu kjörtímabili og mér langar til þess að spyrja þér málefni 6 á dagskrá, vetnisverkefni, vetnisverkefni Evrópusambandsins sem gengur undir nafninu Joint Initiative for Hydrogen Vehicles Across Europe. Og mér langar bara til þess að ef ég geti fengið aðeins yfirlit yfir stöðun á því eða hvernig við hvernig Strætó já, ég veit ekki alveg hvernig ég orðaði þetta sko. Já, bara umræðina sem var þarna undir þessum lið. Gjörðu svo vel, Ásgeir Sveinsson. Forseti, það er spurt
liði nr. 6, vetnisverkefni í strætó. Það sem var rætt á þessu það var örlítið farið yfir þetta verkefni af hendi framkvæmdastjóra strætó, en málinu var í rauninni frestað vegna þess að það hefur verið að óska eftir kynningu frá Nýjorku sem myndi kynna verkefni fyrir nýrri stjórn strætó. Þannig að það fór nánast eiginlega engin umræða fram þetta verkefni. Þannig að kynningin verður haldin á næsta fundi. Þannig að ég get mjög lítið svara til það. Næsta fundi þá? Já, þess vegna. Orðið er ennþá laust með strætó þessa fundagerð. Það er einhver við ræða eitthvað. Það var ekki alveg rétt sem ég sagði áðan, núna eru 2 fundagerðir eftir. Það er að segja svæði skipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og síðan kemur heilbrigðisnefndin líka hérna í lokin. Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis, við tökum fyrst fundagerð frá svæði skipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Það var haldinn fundur 17. ágúst í Kópavogi. Gefa orðið laust. Löng og mikil fundagerð. Alllöng og 11 mál. Já, annars Sigríður. Já. Forseti, reyna að sjá hverju, það er líklega enginn hérna á fundinu sem var á þessum fundi, en kannski geti fengið einhverjar upplýsingar nú er ég búin að týna málinu, það er svona mörg mál á dagskrá, það var vatnsverndina, hvað er það? Já, það er hérna frestun á vatnsverndinni. Það er númer 5. Það er númer 5, já. Það kemur þetta fram að hérna Mosfellsbær sendi erindi þar sem óskar eftir viðbótarfresti, þar sem við kannski munum flest að við fengum 3 ára frest til þess að varðandi vatnsverndina vegna þess að var að skoða ýmsa hluti hérna hjá okkur og þetta 3 ára svigrúm hefur ekki verið nægilegt til þess að ljúka viðbótarathugunum sem kemur fram í þessari fundargerð og hefur það væntanlega komið fram í bréfi Mosfellsbæjar sko. Og niðurstaðan er að svæðisskipulag vísar erindinu til samráðshóps vatnsvernd og vatnsnýtingu á höfuðborgarsvæðinu. Mér langar bara að forna sig ef einhver veit eitthvað meir þetta og hver staðan á þessu hvort það eru einhver líkindi til þess að við fáum ekki framlengingu eða hvernig, já, hvaða vitneskju eru þetta við þetta borð? Haraldur, þú ætlar að svara því, gjör svo vel. Ég vil að viðurkenna það, ég er ekki beinlínis sérfræðingur í þessum málum. Þessi samráðsnefnd er samansett af fulltrúum heilbrigðiseftirlitana, framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitana hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég held nú reyndar að það séu hvort að skipulagsfulltrúarnir einhverju veit eru með í því. Ég hef ekki heyrt annað en að það sé jákvæðni fyrir því að horfa til sjónarmiða Mosfellsbæjar í þessu. Ég minnst hvort ekki heyrt nein sjónarmið gegn því. En þessu var bara að vísa í þennan farveg og ég gerir ráð fyrir því að koma einhver niðurstaða það. En ég hef sem sagt ekki heyrt nein neikvæð viðbrögð við því. Einhver sem vil ræða eitthvað meira þarna, þessari fundagerð. Svo er ekki, þá er þessi fundagerð lögð fram. Þá er komið að síðasta fundagerð þessar fundar. Það er fundur nr. 39 í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðisins og hann var haldinn 21. ágúst síðastliðinn hér í þessari byggingu á 5. hæð. Orðið er laust. Valdimar, gjör svo vel. Þarna voru 5 mál á dagskrá. Forseti, hérna það er erindi nr. 4, erindi Foreldrafélags Varmárskóla. Hérna,
þetta mál Varmárskóla, foreldrafélag Varmárskóla kom inn á borð til okkar í vor, fór með bréfs og þá svo fjallaði það ítarlega þá og ég ætla að reyna að halda mig við hérna það sem sagt hérna, en það sem sagt þarna er að verkfræðistofa vann skýrslu fyrir Mosfellsbæ dagsett 11. júlí 2018 og málið í farvegi og í þessari skýrslu sem sagt, já, svo ég farið aðeins yfir málið að þá hérna sendi foreldrafélag Varmárskóla bréf til heilbrigðiseftirlitsins og það sem var verið að tala að það beiðni það athuga hvort að það væri mygla í Varmárskóla og þetta var tekið fyrir hjá heilbrigðiseftirlitinu og sama tíma þessi skýrsla kynnt þar sem tekin voru 2 sýni og sem betur fer þá reyndist þau vera góð og það engin mygla samkvæmt því og það besta mál og það sem ég kannski svolítið hissa og hafi ekki fengið neitt þetta enga kynningu á þessu eða upplýsingur þetta skýrslu. Þetta mál hefur verið svolítið fyrirferðarmikið inni og í bæjarfélaginu. Þannig ég ætla svona óska eftir því að fá kannski einhverja frá framkvæmdastjóra bæjarins, fá einhvers konar kynningu á því hvar þetta mál statt og þessi skýrsla hvernig hún kom út og jafnvel, það var að tala vettvangsferð á námusvæði og það væri alveg ástæði til þess að fara og skoða Varmárskóla, að við fengjum að skoða hvernig þessum framkvæmdum líður, hvernig ástæð byggingarinnar en þetta það var rosa fínt að fá það allavega þessi sýni voru hrein og það var ekki með örveruvöxt að ræða það Ég ætla svona að leggja þetta til ég held að þetta sé bara mikið að við getum lokað þessu Haraldur, gerð svo vel Ég held að þetta hafi rætt í cirka 2 tíma á síðasta bæjarstjórnarfundi minni það þar kom fram að þessi skýrsla var ekki tilbúin, hún ekki tilbúin enn, hún verður lögð fram í bæjar og lögð hún borist frá Eflu. Þar máli statt, þar að segja hjá bæjarráði. Ég vonast nú til að það verði bara í næstu viku. Mér sagt að hún sé bara alveg að detta inn. Hvað varðar þessi, það sem var upplýst hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi, það varðaði það tjón sem varð á vatnslögnum í gólfi í eldrideild. Það þurfti að fá úr því skorið hvort að þar væri einhvern örveruvöxt að ræða síðan til þess að væri hægt að gera við þá skemmdir, gera við gólfið. Þess vegna var það sett í sérstakann forgang að taka sýni þar og setja þau í einhvern tekk sem ég kann ekki útskýra hvernig fyrir fram og það var upplýst að þau sýni hefðu ekki verið með neinum örveruvöxt að ræða, þannig að það var að klára viðgerðin á gólfinu. Það var nauðsynlegt til þess að hefja skólastarf. Það voru tekin sýni víðar. Niðurstaða því liggur ekki fyrir, en það það sem að væntanlega það kemur fram þá í úttekt Eflu leið og það best og ég vonast bara til að það verði vonandi á næsta, ef ekki næsta þá næsta fundi bæjarráðs sem að það mun koma til ráðsins og framhaldið þá verður foreldrafélagið upplýst stöðu mála þegar bæjarráð búið að fá þessar upplýsingar. En það staða málsins. Orðið laust. Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis. Það fæðis ekki hljóðs, þá var umræður lokið og þessi fundargerð lögð fram og það var síðasta fundargerð þessa fundar og ég þakka bæjarfulltrúum fundarsætuna og segi fundi slitið.